útsending komið. Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, haldinn 16. júní 2021. Hann númer 785 og ég segi fund settan. Það 13 mál að dagskrá að þessu sinni og venju ætla forseti að fara yfir þetta svona í stórum dráttum. Að þessu sinni aðeins ein fundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Venjulega nú tvær en annar fundur féll nú niður vegna málafæðar. Síðan nefndirnar að venju. Þær fjórar fundargerðir frá nefndum. Það fræðslunefnd Mosfellsbæjar, íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Síðan fundargerð frá menningar- og nýsköpunarnefnd og loks skipulagsnefnd. Og svo í þriðja og síðasta lagi fundargerðir úr ýmsum áttum, þar sem kallað fundargerðir til kynningar. Ef við byrjum á því að ræða fundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar, það var fundur nr. 1492, fundurinn var haldinn 3. júní síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs eitthvert mál þar, þannig að umræðum lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu bæði fulltrúar. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð beinir rétt upp hönd. Hún staðfest með 9 atkvæðum. Þá förum við beint í nefndirnar. Það fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Það fundur sem var haldinn 9. júní síðastliðinn. Það var nr. 392 sá fundur og þar voru 7 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti og gjöttu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir máli 2.6 sem heitir sveigjanlegur vistunartími leikskólabarna. Bara svona forseti til að vekja aðeins athygli á þessu máli hérna og kannski reifa aðeins að þá flutti fulltrúi okkar í fræðslunefndinni þessa tillögu og gerði það jafnframt að tillögu sinni að nefndin myndi fela framkvæmdastjóra fræðslu- og frístundasviðs vinna útfærslu og tillögu í samráði við hagaðila þetta, hvort og hvernig og allt þetta. Og það var bara samþykkt, þannig að við bíðum núna bara spenntir eftir því að sjá hvað kemur tilbaka og hvort og hvernig ef til vill menn vilja taka á þessu. Það svona kannski lá í hlutarins eðli þegar að kom við vorum að ræða styttingu vinnuvikunar og svona, þá vorum við að velta fyrir okkur hvort að þetta ætti að geta gilt börnin sjálf líka. Að foreldrar sem með að taka styttri vinnuviku og hugsa að taka hana, á hvaða degi sem það vikudegi, að þau geti þá hagað vistunartíma barnanna í samræmi við sína vinnu, sitt vinnuframlag. Þannig að geta sótt ef þau koma fyrr heim einhverja tiltekna daga og fengi þá stytting á vistunartímanum. Og væntanlega kemur það frá framkvæmdastjóra sviðsins þegar hann verður búinn að fara yfir þetta, hvaða áhrif þetta kynni að hafa á tekjurnar. En nú hlutfall dagvistunargjaldanna nú ekki mjög hátt af raunkostnaði, þannig að kannski verður þetta ekkert tiltökumál að gera þessar breytingar. En forseti, það var bara þetta sem ég vildi aðeins frá. Takk fyrir. Já, orðið laust þetta mál sem bæjarfulltrúi Stefán Ómar var að ræða. Og 7. mál, sveigjanlegur vistunartími leikskólabarna heitir það. Það kveður sig engin hljóðs það frekar og þá var umræðan lokið það, en orðið laust önnur mál. 7 mál á dagskrá og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti kemur til dagskrárlið 2.3 ytra mat á komum bæjarins, varmaskóli. Ég bara vil fagna því að þetta komið þangað. Þessi skýrsla áhugaverð yfirlestrar. Þannig tekið mjög opið á mörgum málum, mikið búið að bæta úr. Markmiðið að gera betur, komið nýr skólastjóri og mér líst mjög vel á það. Og ég vona bara að við náum að gera betur eins og metnaður stendur til.
Orðið leyst þetta mál, þriðja mál, ytra mat á grunnskólum, bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir. Beðum orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, já, ég kem hérna upp undir sama máli. Við erum að fá hérna að mér sýnir sko loka hérna ég er ekki viss hvort þetta er loka umbótaskýrslan sko, en mér langar til þess að spyrja því ég var pínlítið rugluð því ég var að lesa þetta sko, af því það er talað að hérna þú veist það er þessi litakóði sko, gulu, grænn og rauður, og rauður er óviðunandi verklag og svo framvegis. Svo þau föru niður í töflurnar, þá er á dálítið mörgum stöðum sko rautt letur á þessi litakóði við það, eða á þessi litakóði bara við í upphafi þegar var verið að greina stofnana. Því ég sé að það er rautt bæði það sem virðist vera lokið og svo það sem er ekki lokið. Ég átta mig ekki alveg á uppsetningu bara skjalsins, en svo vil ég bara lýsa ánægju minni yfir því að þessi hluti séu í þessari góðu vinnslu og vonandi þegar upp verður staðið þá verða allir geta allir hagaðilar eins og sagt nú til dags vel við unað. Orðið leyst þriðja mál, bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir var búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel, ytra mat á grunnskólum, Andsteinn Varmárskóli. Ytra mat á grunnskólum, þetta er búið að vera eitt af okkar stóru verkefnum á sviðinu að fara yfir þessa úttekt og bæta úr það sem þurft að bæta og breyta það sem þurft að breyta. Rauðu stafirnir er í rauninni bara sko svörin, þau eru bara staðan á hverjum þætti fyrir sig. Þetta varðar ekki neina litakóða, þetta er bara vinnslan og staðan á verkefninu. En það er bara að svara því og fengum við mjög ítarlega útskýringar á þessu frá skólastjóra. Og svo kannski nú er þessi verkefni lokið fyrir Varmárskóla sem einn skóli. Núna verða náttúrulega frá með hausti verða skólarnir 2 skólar og þá væntanlega verður sittbor stjórnurinn og sittbor úttektin þegar að því kemur aftur. Við höfum sótt grimmt að fá okkar stofnanir í úttekt og það var komin tími á Varmárskóla þegar við fáum þessi úttekt og hún hefur náttúrulega verið það þurfti náttúrulega eins og bara gengur að gerist í svona stórum stofnunum bara úr ýmsu að ráða bæði sem stýra stofnunni sjálfri og bænum og alls konar, þannig að ég held að það hafi verið unnið gott verk á tiltölulega skömmum tíma og fráfarandi skólastjóri sem fór vel yfir það og hún má vissulega eiga þakkir fyrir það hvað hún stóð ötullega á þessum skamma og stutta tíma sem þetta verkefni stóð yfir og hvað það gekk vel. Takk fyrir. Orðið leyst þriðja mál sem bæjarfulltrúi voru að ræða. Hversu ekki ljós, þá er það mál, þá er umræðan lokið. Ekki orðið leyst hinn málin sem ekki hafa verið rædd. Hversu ekki ljós, þá afsakið, það er Rúnar Bragi Guðlaugsson bæjarfulltrúi sem beðið orðið. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 2.1 í framkvæmd Helgavíkurskóla. Mér langaði bara af því að okkur hér bæjarfulltrúum var boðið hér á kynningu í Helgavíkurskóla, þennan glæsilega skóla. Þetta var mjög ánægilegt að sjá framvindu mála þar og hvernig bara hvað skólinn okkar er og verður glæsilegur. Mér langaði bara að segja frá því að ég var eiginlega bara pínu undrandi. Mér fannst þetta alveg frábært listaverk sem við vorum að skoða og krakkarnir hér í framtíðinni verða örugglega mjög ánægðir með þennan skóla. Orðið leyst þetta fyrsta mál sem Rúnar Bragi var að ræða. Hversu ekki ljós það, þá er umræðan lokið það. Og enn gefið orðið laust að bæjarfulltrúar vilja ræða einhver mál sem ekki hafa verið rædd í þessari fundargerð. Svo virðist ekki vera, þá er umræðan lokið hana og við göngum til atkvæða. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð með réttu hönd, hún er staðfest með 9 atkvæðum.
Daginn eftir, þessi fundur frestunefndur haldið 9. júní, daginn eftir, það er að segja 10. júní, þá var haldinn fundur í Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Það var númer 247 sá fundur og þar voru 2 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Hvað þessu engin ljós, þá umræðan lokið og við göngum til atkvæða. Ágætu bæjarfulltrúar, þessi staðfesta þessa fundargerð með rétt upp hönd. Hún staðfest með 9 atkvæðum. Nú þarna þetta leyti líka, það er að segja 8. júní, þá var haldinn fundur í menningar- og nýsköpunarnefnd. Það er fundur númer 30. Það voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðið laust og þegar hefur einn bæjarfulltrúi beðið orðið, það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég kem undir dagskrárlið 4.4, leikfélag Mosfellsbæjar, sem varðar í raun og veru aðstöðu leikfélagsins og húsnæði þeirra og áformum að kanna það hvort að þau geti komið sér fyrir í Hlégarði. En málefni Hlégarðs, eins og sjáum á fundargerðinni, kom fyrir í þessu sama fundi í dagskrárlið 4.1 og 4.2 á þessu ári, samkvæmt númeraskrá þessa fundar. Nú, hingað til hef ég komið upp undir þessu máli, það er leikfélag Mosfellssveitar, og rætt það að það skiptir máli að oft sé á sérstöðu leikfélagsins. Og í því efni hef ég heyrt það að fulltrúar leikfélagsins eru alveg á því að vera í Hlégarði. Ég er svo sem ekki hér til að svara fyrir þau gera það sjálf. En það er einhver vilji til þess, en það sem að virðist vera svona skurðpunktur sem þarf að finna, það er notkun á húsinu og húsbóndavaldið á húsinu. Þetta tímabil og þessi búnaður sem leikfélagin nota, þarf stundum að standa talsvert lengi, til dæmis sviðsmynd og annað slíkt, og þarf að geta staðið lengi í húsinu á meðan að bæði æfingar standa yfir og náttúrulega sýningar. Ég ætla ekki að telja hér upp alla þessi atriði sem að mér skilst að hafi farið fram á þessum fundi, en legg áherslu á það að þessi leiða til þess að finna þessa lausn. Það kom fram til dæmis að húsnæði sem þau eru núna þarfnast talsvert viðhalds og þetta er svona talsvert samfélagslegt mál vegna þess að þetta er mjög menningarleg og félagsleg þjónusta sem að leikfélagi veitir. Og jafnframt vil ég benda á það að það er svo sem ekkert mikið sem ráðstafað til leikfélagsins á fjármunum meðan við margt annað. Og þarna vil ég endilega að við tökum upp hreinlega bara einhvers konar leið eða viðræðu grundvöll, nákvæmlega eins og við gerum við aftureldingu þegar stór mál eru uppi, jafnvel húsbyggingar og jafnvel við aðra hreyfingar eða félög í sveitarfélaginu taka upp viðræður þá aðkomuna inn í Hlégarð, ef að markmiðið er að fara inn í Hlégarð. Það eru svo margir skurðpunktar í notkun á húsi þar sem margir koma að húsi. Og þarna er veitingarekstur, það er þarna löggilt eldhús fyrir veitinga og framleiðslu eldhús náðusti. Það eru þarna aðilar sem eru eins og klúbbar, ég veit að Lions er að funda þarna að minnst síðast yfir. Og svo eru náttúrulega fermingar og tekjulind fyrir þann sem að rekur eldhúsþjónustu. Þannig að þetta eru svona hlutir sem eru bara mjög eðlilegir, en ég held að þurfi að eiga sér samtal við bæinn og reyna að finna leiði fyrir leikfélagið ef á að ráðstafa fyrir þeim aðstöðu í Hlégarði, að það sé bara beinlínis komið á einhvers konar samstarfsnefnd milli aðila, þannig að það fari virk umræða og samræða í gang framtíðarskipan mála. Það er nú þetta uppleggi í þessum lið sem ég vil leggja fram og líka bara það að forðast misskilning þarfir leikfélagsins og þeirra sem þar starfa. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið
Fjórða mál, Leikfélag Mosfellssveitar 2021 heitir það. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, ég kem hérna upp undir þessu sama máli og hérna myndi vilja fá að fara forseti nokkrum orðum þetta sko. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Sveini Óskari að það sé algjörlega tímabært að huga eins að leikfélaginu. Það hefur verið hérna í gegnum langan tíma, stofnað 1976 og hefur bara verið hérna og hefur unnið gríðarlega mikið og gott starf og einhvern veginn svona kannski hefur manni fundist að það bara væri bara þannig og er bara sjálfsagt og þau gerðu þetta og svo framvegis og framvegis. Og við sáum nú hérna þegar þau fengu núverandi bæjarleikhús sem er náttúrulega á fótum framkomið enda náttúrulega æva gamalt hús og var nú bílaverkstæði til þess að byrja með og ábyggilega byggt af vanefnum á sínum tíma, lítið viðhald og það átti náttúrulega bara að víkja eins og allir vita og þannig að það var kannski enginn að leggja mikið í það eftir að bærinn hætti að nota það sem sitt áhaldahús að þá svona bara stóða þarna svolítið þannig að leikfélagi kom og lyfti þó grettistaki í að laga þetta hús heilmikið og gera það í raun og veru bara ótrúlega vel úr garði til þess að stunda sína starfsemi. Nú hérna, ég hef náttúrulega mína vitneskju frá okkar fulltrúa á þessum fundi þar sem var farið yfir þetta og leikfélagsfólkið fór yfir svona sínar þarfir, sagði frá þeim hvaða starfsemi fer fram og það vekur athygli mína hérna sko sérstaklega þegar ég les þetta skjal, þetta hangi nú ekki við málið forseti, ég veit nú ekki að hverju það er, það er kannski átt að gera það en ég fekk þetta skjal sem er bara frá mínum fulltrúum og hérna þar hérna undir yfirskriftinni áhorfendur að þar segir leikfélagið að meðaltali sé 25 sýningar á ári og það komi 2500 áhorfendur á þessar sýningar. Þeir séu með 15 nemendasýningar á ári og þar komum 1500 áhorfendur. Þannig að þarna erum við sko að horfa á leikfélag Mosfellssveitar sem er að fá til sín 4000 áhorfendur, áhugamanna leikfélag á hverju ári. Mér finnst það bara, þetta vakti athygli mín að lesa þetta. Ég hafði bara satt að segja engan veginn gert mér grein fyrir því að þetta væri svona umfangsmikil starfsemi. Og síðan les ég hérna að þau eru með nemenda leikhús og fræðslu af ýmsu tagi og æfingar fyrir yngra fólkið, taka krakkan inn og að þjálfa þau í framsögn og leiklist og ala þar að leiðandi upp svona efni við sem að síðan tekur við af þeim eldri svona þegar álíður eins og gengur og gerist í öðru starfi. Nú hérna, þau eru að fara hérna yfir sko og reyndar heimsótt í þau fyrir, þess ekki komin 2 ár síðan eitthvað slís það leyti forseti sem að við fluttum þessa tillögu Hlégarð sem menningarmiðstöð og svæðið, Hlégarðssvæðið sem framtíðar uppbyggingarsvæði fyrir menningamál okkar og labbaði með þeim í gegnum sko þetta litla snotra þó leikhús sem þau eru með í dag og sem sagt var í raun og veru miklu betur inn í svona þessum þangagangi eftir þessa heimsókn því að þá fekk ég að sem sagt svona beint í æð hvað þarf til þess að reka svona leiklistastarfsemi með þessum blóma sem að leikfélag Mosfellssveitar greinilega gerir og hérna það er kennslurými og það er sem sagt þau þurfa aðstöðu fyrir grófa smíðavinnu, málingavinnu, saumavinnu, leikmunagerð og síðan þarf að geyma leikmunina og stóra sem smáa og svo framvegis, búningaraðstaða, hár- og föðrunar aðstaða fyrir leikarana og svo framvegis og allt hafa þau gert í þessu litla bæjarleikhúsi með ótrúlegum myndarbrag en eins og við vitum öll að þá náttúrulega er það hús að fótum framkomið og áður bara að víkja þannig að við þurfum að huga að því hvað verður leikfélagið okkar eins og ég kalla það. Þannig að ég myndi nú bara vilja varpa því hérna fram, forseti,
bara beint úr ræðustólnum, hvort að svona í framhald af því sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar sagði hérna áðan að við þurfum að huga leikfélaginu, tek heils hugar undir það. Ég vil bara varpa hérna fram hvert það ekki bara komin tími á það að við setjumstum með leikfélaginu og bara leikfélagið fái hlékarð. Bara fái hlékarð til ráðstöfunar og hugsa húsið, komið sér þar fyrir til þess að stunda þessa kraftmiklu starfsemi sem að leikfélagið stundar. Það verði eitthvað svona samkomulag það og ég veit ekkert hvernig það á að vera og var náttúrulega ekki að vera tíðinda það hér í ræðustól og maður jafnvel hafi einhverjar hugmyndir það. En að þau stýri húsinu, stýri því sem að framfer í húsinu, öðrum menningarviðburðum og haldi utan þetta. Ég allavega hef þá tilfinningu bara eftir þessa heimsókn til þeirra og síðan bara koma þarna leiksýningar hjá þeim og svo framvegis að þetta áhugamanna leikfélag sé í raun og veru, ég bara pínlítið meir en áhugamanna leikfélag, þetta er bara atvinnuleikhús. Svo vel finnst mér þau standa að öllu sem að þau eru að gera og eru annáluð fyrir það langt út fyrir þessi bæjarmörk. Þannig að ég vil bara varpa því hérna fram, eigum við ekki bara í alvöru að íhuga það og ræða það við leikfélagið að þeir taki yfir hlékarð, stýri honum á stjórni og svo sjáum við hvað framtíðin ber í skauti sér varðandi einhverjar frekari framkvæmdir á hlékarðssvæðinu og svo framvegis. Ég held að þetta getur bara verið fínn kostur og ég er alveg sannfærður það að með þessu kraftmikla leikfélagi að þá fáum við efni við fáum stjórnendur, við fáum fólk sem vant því að hugsa húsnæði, hugsa mjög vel sitt húsnæði. Þau hleypa þar inn utanaðkomandi eins og kórum og skólunum til þess að hafa þar uppákomur. Er mér sagt og hefur bara gengið mjög vel og ég spyr bara geta ekki gert nákvæmlega sami í Hlégarði. Þau ekki haldið utan Hlégarð fyrir okkur, hleypt lífi í húsið, hleypt öðrum menningaröngum og geirum í sönglist og hverju sem að það kann nú að vera og Hlégarður svona blómstri og ég langar líka að minna það, forseti, eins og þú kannski þekkir náttúrulega manna best, sakfræðingurinn, að náttúrulega Ungmennafélagið var með aðild að þessu húsi á sínum tíma, Ungmennafélagið og Kvenfélagið og ég man ekki betur og allavega bara gamlar myndir frá Hlégarði sýna það að þarna var leiklistardeild eða hvað það hefur nú heitið, Ungmennafélagsins, sem að ferði þarna upp sýningar einmitt á þessu bara nákvæmlega sama sviði og þarna í dag í grunninn. Og var þar með sínar leiksýningar til einhverja ára. Þannig að við værum ekki, þetta væri þá ekki nýlunda, heldur værum við að færa leiklistina inn í Hlégarð aftur eftir langt hlé. En forseti, ég ætla að ljúka máli mínu og ég er búinn að setja þetta í loftið og myndi endilega vilja heyra frá öðrum bæjarfulltrúum hvernig þeim líst á þetta og bara leikfélaginu bara þakka ég fyrir þeirra framlag til menningar starfsemi í Mosfellsbæ. Takk. Forseti hefur nú sett sjálfa sig á mælendaskrá þannig að hann tekur nú til máls sem óbreyttur bæjarfulltrúi og við ræðum hér leikfélag Mosfellssveitar 2021 eða fjórða mál á dagskránni og þegar hafa tveir bæjarfulltrúar sem eiga málið stöðuna. Þetta snýst fund, samtal sem komu þar fulltrúar frá leikfélagi Mosfellssveitar á fund menningar- og nýsköpunarnefndar. Þetta samtal í gangi og mun halda áfram. Þetta er mjög margþætt samtal. Við vitum það að það tímamót í sögu Hlégarðs og við erum kannski rætt að tvö mál hérna í dagskrá þessarar nefndar sem að fjalla beinlínis Hlégarð og það að taka rosalegu breytingum, allt nema leiksviði sem betur fer, en hvar við endum nákvæmlega með þetta, það kannski getum við ekki alveg sagt nákvæmlega núna. Það hefur verið leikið í Hlégarði, bæði Ungmennafélagið leik hérna eins og bæjarfulltrúi Stefán Ómar kom inn á og
og svo leikfélagi líka. Þarna áður en maður fór í það sem við kallum bæjarleikhús í dag, þannig að það er nú svolítið ekki nýtt. En bara hvað þetta er margþætt, eitt af því sem að er nýtt og verður nýtt er það að nýta efri hæðina. Reyndar ekki þessum áfanga sem að núna, það sem við gerum og endurbætur eru núna, en það er mjög mikið rými og rúmaði nú að einu sinni allar bæjarskrifstofurnar, það er ekki mjög langt síðan. En það rými gefur líka mjög mikla möguleika. En það er þetta að láta þetta spila saman, að hvað viljum við að við Hlégarði að sé öflug leikstarfsemi og við erum öll sammála um það að Leikfélag Mosfellssveitar er að öllu leyti góðra gjalda vert og hefur nú fengið menningarviðurkenningu hér í sveitinni og bara frábært starf hjá þeim, allan hátt og mun halda áfram. Þetta samtal eins og ég sagði áður er í gangi og þarna eru, annars fyrsta lagi er þetta leikfélagið, síðan nefndin sem er mikið inn í þessu, menningar- og nýsköpunarnefndin og síðan hafa embættismenn komið að þessu máli. Það er hins vegar ekkert vitað hvernig rekstrarformið verður, við erum kannski ekki komið þangað, hvernig verður ljósabúnaðurinn og hérna fleira til þess að það nýtist fyrir alvöru leikhús svona að minnsta kosti hluta af árinu og svo hvernig er þetta að útfæra það að hægt sé að skipta eða hvað að segja að sé leiksýning eitt kvöldið og svo eitthvað annað næsta kvöld. Þetta er bara mjög spennandi finnst mér að ræða þessi mál áfram og svo rekstrarformið líka, hvernig því verður háttað, en við erum auðvitað ekki komin alveg þangað, en fyrsti áfanginn, hann á líka honum í sumar eins og við ræðum kannski á eftir. En mér finnst þetta gott að þetta samtali komið á þetta flug og ég veit að það mun halda áfram og hérna leiðir bara örugglega til góðra niðurstöðu, ég er sannfærður um það. En þá ætla ég að fylgjast aftur í sætið mitt og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi hefur beðið orðið þetta mál. Þessi reynd. Já, en við skulum gefa þér Haraldur orðið. Já, forseti, þetta og leikfélagi, já, leikfélagið er mikilvæg menningarstofnun í okkar samfélagi, það er engin spurning og búin að vera hér í áranna rás, áratuganna rás, það byrja að fara að segja aldanna rás. Ég held að leikfélag sko deild í Aftureldingu hafi verið mjög snemma til í að æviskeiði Afturendingar. Afturendingar yfir 100 ára gamalt og félag og þannig að leiklist hefur verið hér einum öðrum hætti stunduð í okkar sveit og okkar bæ gegnum árin. Og ég held nú að ég segi nú rétt frá því að Leikfélag Mosfellssveitar eru í raun og veru afsprengi úr leiklistarteild Aftureldingar. Hvað, ég held að heiti það og hefur náð bara rosalega góðu með mjög góðum árangri faglega sem leikfélag og áhugaverð leikfélag gegnum árin hefur verið með einu sinni komist í Þjóðleikhúsið sem með verk sem var valið verk ársins frá áhugaverðum leikfélögum. Ronja Renningadóttir var sett á svið í Þjóðleikhúsinu ekki fyrir svo mjög mörgum árin og það getur vel verið að það hefði gerst áður. Ég segi að minnstu hvort einu sinni, þannig að faglega hefur þetta leikfélag staðið mjög vel í og sterkt sko, sem áhugamanna leikfélag og hefur eins og komið hérna fram sett upp 2, 3, 4 sýningar á ári og sem hafa bara verið gegnum sneitt vinsælar af bæjarbúum og jafnvel fleirum til þess að koma og horfa á. Margir skemmt sér vel í að horfa á leiksýningar leikfélagsins, þannig að sjálfsögðu eigum við að hlúa þessari starfsemi eftir hluti af því að vera hér sjálfstætt sveitarfélag og með sterkt og gott menningarlíf og þó að það sé alltaf stór og mikil atvinnuleikhús hér steinstana frá í Reykjavík, Borgarleikhús og Þjóðleikhús, þá gefur þetta okkur svona okkar innri blæ, þannig að ég tek undir það að það er mjög mikilvægt að hlúa leikfélaginu og það hefur bærin gert og meðal annars þó að þetta hús sé gamalt og
þarfnist örugglega einhverjar viðgerðar, þá hefur það hentað ágætlega fyrir starfsemi leikfélags að hingað til. Þau hafa bara verið nokkuð ánægð með það að hafa hús út af fyrir sig og geta æft og sett upp leikrit og líka haft þessa aðstöðu sem þarf til þess að geta haldið upp í öflugu starfi. En það þarf líka að huga til framtíðar og þess vegna var það eitt af atriðunum sem var skoðað í stefnunum hlégarð og í vinnunni við menningarstefnuna, hvort að það væri hentugur staður til þá lengri framtíðar fyrir leikfélagið að setja stað í hlégarði. Og það er náttúrulega þess vegna sem að leikfélagið er hægt að starta á fundi menningarmálanefndar sem hefur með þessi mál að gera og þar er þetta samtal. Ég tel nú það sem er rétti vettvangurinn og réttu aðilarnir til þess að ræða við leikfélagið og er að fá fulltrúa bæjarins í þeim viðræðum að það er menningar- og nýsköpunarnefnd og í þessari stefnumörkun hlégarð sem það meðal annars verið komið fram það hvort að áhugi sé hjá leikfélaginu að á hlégarði, að vera í hlégarði með sína starfsemi og væri þá, ég veit ekki hvernig orða það, svona eins konar kjölfestu aðili, ekki fjárfestur, en kjölfestu aðili í starfsemi hlégarðs. En ég hugsa nú að flestir vilja nú samt sjá starfsemina fjölbreytta og við erum líka að tala að hlégarður eigi að vera hús íbúanna og slíkt og það kemur líka fram í þessari stefnumörkun, þannig að svona listin er að finna þarna einhvern meðalveg og einhvern svona samnefnar það. Og eins og forseti nefndi hér í sínu ræðu áðan, þá er fleira húsnæði að ræða heldur en þessa salir 2 sem við verið að gera upp núna og meðal annars verið að gera þá þannig úr garði annan þeirra að það er hægt að koma fyrir svona, útregnum áhaldabekjum eða hallandi bekkjum sem er mjög mikilvægt fyrir nútíma leikhús að vera held ég alveg stilir fyrir því að geta að vera þar með svona leiklistarstarfsemi svona meðal þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í dag. Ég sé fyrir mér að ef leikfélagið fer ekki í hlégarð þá verður ekkert að ræða þessa hallandi bekki, þá er væntanlega bara öðruvísi bekki að ræða. Og svo náttúrulega önnur hæðin, þar sem að þar getur verið svona, hinn daglega aðstæða fyrir leikfélagið, bæði til svona fyrir sína innviði eins og búninga og svona starfsemi sem þar til undirbúnings leiksýninga og svo æfinga og svo er hægt að setja upp það á sviðinu með hallandi bekkjum eða á gólfinu með leiksviðið þannig. Þannig að svona í fyrstu fannst mér nú svona leikfélagið ekki hafa kannski að finnst þetta ekkert voðalega góð hugmynd. Ég skil það þannig að eftir þessum fundi að við nú svona jákvæðinni svifið yfir vötnum og ég held að við eigum bara að leyfa þessum samræðum að eiga sér stað og klárast og ég held að út úr þessu gæti alveg komið bara skemmtilegt konsept þar sem að leikfélagið getur verið svona einhvers konar svona kjölfestu aðilinn í húsinu með náttúrulega sjálfsögðu væntanlega einhverjum sem að sér veitingastarfsemi, ekki nema leikfélagið myndi vilja taka þá starfsemi að sér sem hefist alls ekkert útilokað. En þá þarf þetta svona kannski að skipta aðeins gír og svona taka meiri prófíla, eða hvað segja, þá þarf það að búa til einhverja starfsemi sem er þá meira heldur en bara að koma og æfa leikrit og setja upp sýningar, heldur líka þá að vera með einhvern rekstur. Kannski er það eitthvað sem hjálpar svona leikfélagi að vera með rekstur, en það hjálpar örugglega þessum stóru leikhúsum í Reykjavík, leikfélagi Reykjavíkur og Þjóðleikhúsinu, það er rekstur, það er náttúrulega veitingasala og alls konar nýting á því húsnæði. Þannig að ef við getum kúplað þessu einhvern veginn saman þá er það gott og sú vinna er bara í gangi og leyfum henni svolítið að þróast. Hún er greinilega að þróast. Það er minnskosti meiri áhugi hjá leikfélaginu núna að skoða þessar hugmyndir og ég held að við höfum ekkert á þessu stigi að vera stíga neitt inn í það, heldur leyfa þessu bara aðeins að
að klárast í því farvegi sem það er. Þetta sé góðum farvegi, menningarmálanefndin og starfsmenn hennar, menningarfulltrúinn Auður og forstöðumaður deildarinnar Arnar halda vel utan um þessi samskipti af hálfu starfsmannanna og nefndarinnar, þannig að það er svona, þetta er í farvatninu og mér finnst þetta að vera góðri leið og sem maður geti jafnvel endað í einhverjum svona niðurstöðum en þess vegna held ég að við erum svona að þessu stíði málsins bara að svona leyfa þessu aðeins að klárast á þeirri vegferð sem það er. Já, það er 2 bæjarfulltrúar stöðum og lið. Geta þess að bæjarfulltrúi M-lista hefur sett forseta tillögu, formlega tillögu með stuttri greinargerð. Það væri kannski skilvirkara að við myndum klára umræður málið sem slíkt og síðan fara í sjálfa tillöguna og ræða hana og að því þetta er formið tillaga þá þarf að ræða hana sjálfsögðu og greiða atkvæði hana. Þannig að ég er svo meðli til þess að við höldum áfram og tökum svo tillöguna fyrir, tæmum umræðunar sjálft málið, þar að segja, ef fólk er inn á því. Allavega höldum áfram með mælendaskránna, Anna Sigríður Gunnardóttir, bæjarfulltrúi, þú ert næst, og síðan Ásgeir Sveinsson. Forseti, ég kemur upp undir þessum sama lið. Það var sem sagt heimsókn fulltrúa leikfélags Mosfellssveitar á fund menningarmálanefndar og það er svona þær fréttir sem ég hef á þessum fundi hljóma, sem sagt eru samhljómi við það sem hér hefur komið fram að það er sko allavega frá því að fyrst var farið að innbra á því að leikfélagi flyttist í Hlégarð þá virðist vera komið svona annar tónn í leikfélagi, fulltrúa leikfélagsins og ekki annað að skilja en að þeir sjáu sína framtíð ágætlega fyrir sér í Hlégarði. Það er allavega líka mjög ánægjulegt að mínu mati að leikfélagið sem er núna í fullu viðræðum við Mosfellsbæ, menningarmálanefnd og fulltrúa frá Mosfellsbæ sem hafa með þessi mál að gera, að sú umræða er í gangi og ég get að vissu leyti skilið að það sé svolítið þröskuldur fyrir leikfélagið að stíga yfir að fara úr eigin húsnæði þar sem þeir hafa verið eigin herrar og verið út af fyrir sig í það að þurfa að fara þá í annað húsnæði þar sem þeir þurfa að deila því með fleiri aðilum. En það sem við þurfum að tryggja í því og við höfum mjög gott tækifæri til þess núna, það sem við þurfum að tryggja í því er að hlusta á þeirra þarfir, þeirra óskir og þeirra hugmyndir og athuga þá hvort að það sé geta samræma þær við það sem að myndi þá geta nýst í að nýta húsið á fjölbreyttan hátt vegna þess að ég held við sjáum það alveg í hend okkar að sko leikfélagið myndi aldrei fara að vera eitt í Hlégarði og að fara að afhenda Hlégarð leikfélaginu, ég veit ekki alveg hvað það þýðir, fyrst að vilja þeir það yfir höfuð og svo framvegis, en ég vil benda á kannski þessu sambandi og bara þá hvetja þá sem er að sinna þessum málum og eru að fara að taka ákvarðanir þetta og að skoða sambærilegt hús sem heitir Bæjarbíó í Hafnarfirði sem er fjölþætt menningarhús þar sem að fara fram leiksýningar, þar sem að fara fram tónleikar og ýmislegt annað sem að virðist ganga mjög vel, þannig að einhvern veginn geta þeir látið að ganga að það séu leiksýningar og það séu þá tónleikar en í þessu sambandi þarf auðvitað að sjá til þess að leikfélagið hafi það pláss og það rými sem það þarf fyrir þá sinn búnað og svo framvegis. En ég held að það sé mjög gott að við myndum kynna okkur þetta vegna þess að þarna virðist vera ágætis sambúð í gangi en legg áherslu á það að fyrir leikfélagið að flytjast í Hlégarði eða eitthvað annað húsnæði að þá þarf það að sjálfsögðu að henta þeim og þeirra þörfum og forsetinn talaði lýsingu og annað slíkt. Auðvitað skiptir sviðið mjög miklu máli í því sambandi. Ef ég man rétt þá held ég að sviðið í Hlégarði sé friðað, hvort að það er eitthvað sem að þarf að vera áfram eða hvað, ég veit það ekki,
Við fyrst og fremst þurfum við að tryggja það núna að þegar við erum byrjað á þessum framkvæmdum við Hlégarð að við fáum líf í húsið, það verði fjölbreytt starfsemi þar en jafnframt að það verði gætt að því að reyna að gera það með öllum ráðum að leikfélagi geti fundið sér stað og þeirra starfsemi í húsinu. Það að alltaf fara að stíga inn núna og koma með tillögur það að afhenda leikfélaginu Hlégarð eða aðra tillögur í þessu máli, mér finnst það hálf skrítin tímasetning. Málið í mjög góðum farvegi, ef ekki bara láta þessa vinnu vinda fram, sjá hvaða niðurstöður og hvaða möguleikar verði í stöðunni. Þegar það liggur þá fyrir, þá það þá væntanlega okkar ákvörðun eða einhver annar að taka endanlega afstöðu hvaða möguleikar eru bestir til þess að við tryggjum sem besta samfellu og sem mesta svona fjölbreytni í starfsemi í húsinu. Og einmitt þá að vera starfsemi bæði á daginn og kvöldin og það eru til hús út á landi, svona menningarhús, til dæmis eins og Sauðárkróki, þar sem að eldri borgarar og yngra fólk er með sameiginlega aðstöðu yfir daginn og akkur getur við ekki notað Hlégarð í það til dæmis líka, þannig að við skulum bara horfa mjög vítt á þetta og ekki loka neinum dyrum en vanda okkur í þessari vinnu vegna þess að við þurfum að sjá hvort að við getum ekki rýnt eins marga þarna og við getum til þess að tryggja fjölbreytni. Takk fyrir. Já, næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu Valdimar? Varst þú fundar? Ég sá það. Fyrir allir bæjarfulltrúar erum við að ræða málefni leikfélags Mosfellssveitar. Það hefur verið farið ágætlega yfir sögu leikfélagsins og til að undirstrika mikilvægi þess í samfélaginu sem gríðarlegt og það vel. Ég held að allir sem eru hér skilji það að leikfélag mjög mikilvægt í samfélaginu hér og ekki bara menningarlega heldur líka eins og hefur verið bent á að það sinnir líka æskulýðsstarfi og það allt vel. Mér langar aðeins að minna á það að í upphafi þegar var að fara í það að breyta Hlégarði og við hefum búin að ræða þetta í talsverðan tíma að þá var fundur með íbúum Mosfellsbæjar þar sem þeir komu líka með hugmyndur hvernig nýta mætti húsið og svo framvegis. Og ég held að það hefði komið nokkuð skýrt fram að það vilji til þess að nýta húsið á fjölbreyttan hátt. En það hefur líka verið rætt í menningarnefnd og það hefur líka verið rætt hér að það mikilvægt að leikhúsið komið þarna líka. Að við förum til leikhúsins og spurjum hverja þarfir þeirra og reynum að koma til móts við það. Ég held á þessu stigi að það sé ekki tímabært að við komum með ákvörðun það að leikhúsið taki við Hlégarði né að taka þetta úr höndunum á menningarmálanefnd. Þar hefur vinnan verið, þar á hún að vera og mér finnst að það að fara að taka þetta úr höndum menningarmálanefndar og taka á viðtökuvaldi af henni eða færa valdi í hendurnar á bæjarráði, að það sé afturför frá þeirri stefnu að við eigum að leyfa nefndunum í þessum bæ að vinna, við eigum að leyfa þeim að hafa ákveðið fagþekkingu sem þar og hún á að fá að njóta sig. Þess vegna segi ég, við eigum að klára þetta mál í menningarnefnd. Að þessu sögðu, þá vil taka það fram að mér finnst alls ekkert vitlaust kannski að undir einhverjum kringumstæðum að leikfélagi komi alfarið eða stórum hluta að rekstri rekstri hússins, Hlégarðs. Það bara miklu meira lífi með leikfélaginu. En það heldur ekkert eina lífi sem getur verið Hlégarði. Við viljum að þar sé, og það íbúar hafa lýst í að þeir vilja að þar sé fjölbreytt menningarstarfsemi. Það getur alveg verið svo að leikfélagi meti að þannig að þetta bara henti ekki og við þurfum að finna aðra lausnir fyrir leikfélagi. En þá bara gerum við það. En leyfum menningarmálanefnd að klára þetta mál. Þá tekur næstu tíma bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Nei, fyrirgefðu. Það annar bæjarfulltrúi sem Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar.
Forseti, við erum stöðugt að taka við verkefnum frá öðrum nefndum. Það þýðir ekkert að við séum að taka fram fyrir hendurnar á nefnd. Við erum einfaldlega að gera verkefnum að herra undir höfði. Við erum að gera verkefnum herra undir höfði eins og við gerum slíka hluti fyrir golfklúbbinn í slíkum málum. Við gerum það fyrir afturhendingu og við gerum það fyrir málefni varðandi ytra mat skólakerfisins og svo framvegis og framvegis. Ef við tökum mál fyrir á öðrum vettvangi bæjarins eins og bæjarráði og felum bæjarráði sem bæjarstjórn, við sem bæjarstjórn felum bæjarráði að leita leiða í einhverjum verkefnum, þá mun sú afgreiðsla hvort það vera send nefndum síðan. Þetta bara spurning það hvort að bæjarstjórn hafi einhvern metnað í því að gera leikfélaginu herra undir höfði eins og það hefur gert öðrum félögum í bænum. Og það sem afgreiðist í einhverju samtali við leikfélagið, það mun alltaf koma hérna aftur fyrir og fyrir þessa nefndir sem að ræða. Þetta bara markmiðið með þessari vinnu að gera í raun og veru vinnuna sem kallast í raun og veru meira, gefa viðræðunum meira vægi, setja inn í þetta embættismenn hugsanlega eftir því sem bæjarráð geti ráðum. Og ef þeir eru í þessu nú þegar, að þá verður það skýrara að það að í raun og veru koma með áþreifanlegar tillögur. Og þetta varðar líka annað, að í þessu efni, eins og ég nefndi áðan, komið viðhald á það húsnæði sem við erum með. Veturinn fram. Og það er spurning líka bara viðræður, ekkert endilega á þessu vetur, heldur bara fara með að herra upp eins og við gerðum með stefnumótun með afturölding. Og það voru það gert bara ekki í íþróttanefndinni. Auðvitað einhver vinna það fram og sent fram og tilbaka innan nefnda. En stundum skipuðu sérstaklega hópa sem vinna markvisst að því að finna niðurstöðu. Það sem ég vil minnast á þegar við erum með húsnæðis og hlékar, þar sem margir að koma að, þá þekkjum við einfaldlega hvað það að vera bara í fjöleignahúsi. Það eru ýmislega átökum bara smávægilegustu atriði. Og í þessu efni erum við að tala kannski í svipuðum nótum, ég og fulltrúi vina Mósesbæjar, að það hver fer með húsbóndavaldið. Þegar það skiptir mjög miklu máli þegar kemur til árekstra eða til skipulagningar á hvernig á að nýta húsið. Nú ef á að gera þetta í einhverju samvinnu, stórs hóps félagaskapar, nú eða atvinnurekstrar, þá þarf að gera einhvers konar samkomulag. Þess vegna tel ég að þarna þurfi meðal annars hugsanlega lögfræði aðstoð að koma fram. Það þarf að koma fram vinna við að greina þarfirnar hjá hverjum og einum og nefnd sem hittist stundum stofust og reglulega, allur gangur á, hún hefur kannski ekki tök á því að klára þetta. Annað var það nú ekki, en við leggjum bara þetta fram og ég fæði að ræða sérstaklega forseti tillögu. Þetta hvað? Nú ætlar forseti aðeins að taka til máls. Tillagan tilbúin en var að mælast þess að við myndum ljúka umræðinu sem slíkum. Það reyndar einn bæjarfulltrúi búinn að ræða almenntamálið. Ég get tillagan snýst það að fela bæjarráði að láta móta tillögur og hafið í hyggju að við klárum umræðan almenntamálið. Fólk farið að tala eðlilega tillöguna sem þó ekki komið fram formlega. Þannig að svona mælist þess að við klárum almennt umræðefnið og síðan les ég tillöguna og þá snúum við eingöngu henni og svo greiðum atkvæði. Þannig að það eru tveir bæjarfulltrúar búin að biðja almennt orðið en ég ætla nú að lesa tillöguna bara svo að þetta sé alveg skýrt
tillaga frá bæjarfulltrúa M-lista sem er svohljóðandi að það sé að fela bæjarráði að láta móta tillöguviðræður við leikfélag Mosfellssveitar varðandi framtíðaráform húsnæðismálum félagsins. Svona er tillögun og ég ætla að lesa greinargerðina eftir, en klára fyrst svona almennt málið, ef við getum það, og halda þessu aðskildu svo að því við þurfum að taka formlega afstöðu til tillögunar og greiða atkvæði. Tveir bæjarfulltrúar eru búin að ræða biðja orðið, það er Stefán Ómar og síðan Ásgeir Sveinsson og ég ætla að gefa Stefán Ómar orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Áfram þetta mál 4 á fundargerð menningarmálanefndar og tilgangur minn með að koma hérna upp áðan, ég held að hann hafi bara náð í höfn. Það var að fá pínlitla umræðu þetta. Það er alls ekki í mínum huga að taka þetta forseti frá einum eða neinum, alls ekki, skilja mig þannig. Heldur þetta náttúrulega bara vettvangur okkar og við erum að fá fundargerðina hérna inn. Mjög eðlilegt að við svona fjöllum þær og látum hugan reika það sem að þær hafa að geyma. Þannig að allavega hvað mig snertir þá tel ég ekki að ég sé að taka neitt fram fyrir hendurnar á einum með því að ræða það sem ég ræddi hérna áðan. Það er margt búið að koma fram, forseti, síðan ég var hérna í ræðustólnum áðan og hérna það kom þetta flotta orð, hérna kjölfestu aðili í húsinu og ég held að sé einmitt það að þurfi einhvers konar kjölfestu aðila og ég er sammála því sem kom hérna fram líka að það þarf að vera starfsemi í húsinu sem mest á degi til, ekki bara á kvöldin og einhver tiltekinn kvöld, heldur sem mest og best yfir alla daga vikunar og mánaðarins og alla klukkutíma sólarhringsins ef því er að skipta. Þannig að en það, sem sagt, ég hef nú bara forseti með fullri virðingu fyrir öllum, ekki séð þessa drift í húsinu undanfarna mánuði eða undanfarin ár. Þannig að ég held að það sé nú ekki úr háum söðlega detta en ég trúi því bara með góðum kjölfestu aðila sem að ég varpaði hérna fram áðan hvort það ætti kannski bara að vera leikfélagið. Að þá getum við örugglega gert betur en hefur verið gert. En það þarf að finna þessu náttúrulega þá farveg og það þarf að vera einhver umgjörð það hver er sem sagt þessi kjölfestu aðili og hvað mikið húsbóndavald hann hefur og svo framvegis og hvaða skyldur eru þá settar á herðar viðkomandi að hleypa öðrum að. En ég vil líka minna á það forseti að þegar við fluttum tillöguna 2018 hlégarð og menningarsvæðið og uppbyggingu þar sem geti kannski spannað 10 ár, alvöru hugmyndir til framtíðar. Að þá einmitt í þeirri greinargerð kemur mjög skýrt fram forseti að það er lagt til að það verði farið í viðræður við hagaðila, því að við erum þannig að nota það orð hérna, eins og leikfélagið, eins og kórana og svo framvegis. Þannig að þeir sem eru hérna í menningarstarfsemi, hljómlistar og alls konar tegundum af menningarstarfsemi, að þeir komi saman í fórum og hérna lýsi því hverjar eru þeirra þarfir, hvernig sjá þeir uppbyggingu á þessu svæði til lengri tíma. Síðan þetta sem við erum að ræða núna er auðvitað bara þetta gamla hlégarðshús sem er verið að gera verulega til góða núna og bara frábært og gott. Okkur þykir held í öllum vænt það hús og þeim sem hér talar þykir mjög vænt hlégarð. Maður er náttúrulega bara eiginlega alinn upp við að hafa hlégarð þarna á þessum stað og hann var svona miðdepill hér margra hluta sem gerðust hér á árum áður, á sem sagt árum félagsheimila menningarinnar sem ríkti í landinu. Auðvitað hefur það breyst og sveitaböllin er ekki lengur í hlégarði sem voru hérna í gamla daga og hljómar eru hættir og flowers líka. Þannig að það er búið en hlégarður er þarna áfram og við erum að gera honum til góða og við erum að reyna að finna honum verðugt hlutverk inn í framtíðina með nýjum áherslum. Ég held að við þurfum að
ég saknaði svolítið að við séum ekki komin lengra, satt best að segja, í viðræðinu við leikfélagið og aðra hagaðila vegna þess að við erum að gera húsundir góða núna. Það kom hérna fram áðan að það myndi velta kannski svolítið á afstöðu leikfélagsins og hvort að þeir geta og vilja koma inn í húsið undir einhverjum kringumstæðum með hvað við gerðum við svið, hvað við gerðum við eindregna bekki. Þeir tala sjálfur myrkunargardínur og eitthvað svoleiðis sem þurfi þá endilega að koma fyrir núna þegar verið að vinna í húsinu til þess að þurfi ekki að rífa upp veggi seinna meir og setja inn einhvern búnað sem talinn nauðsynlegur í svona leikhússal sem ég kann ekki tæknilega skila á. Nú ég minni líka á það að leikfélagið á gríðarlega mikið af búnaði. Þeir eiga, skilst mér, bara mjög fínan hljóðbúnað og ljósabúnað og ég einhvern veginn gerir ráð fyrir því að þeir myndu taka þennan búnað með sér. Þannig og leggja hann til í þessari aðstöðu, minnst okkarstu meðan leikfélagið þar og svo framvegis. Þannig að ég held að við höfum að geta rætt þetta hérna og við höfum að geta filosóferað hlutina. Ég hef ástæðu til að ætla, og forseti og leyfi mér að segja það bara hér úr ræðustól, ég hef ástæðu til að ætla að leikfélagið hafi áhuga á þessu, að verða þessi kjölfestuaðili. Ég hef ástæðu til að ætla það. Og ég held við við þurfum að gefa þessu pínlítið kikk og við þurfum þá bara að biðja okkar fólk í þessari ágætu menningar og nýsköpunarnefnd og þeim embættismönnum sem hafa verið aðstoða nefndina í þessari vinnu að gera þá kannski gangskör í því að kanna áhugi fyrir því að leikfélagið komið þarna inn, getur orðið það eitthvað samkomulag að þeir verði kjölfestu aðili þarna, hvað þarf að koma til og svo framvegis. Vegna þess að í heimsókninni forseti sem ég nefndi hérna í ræðustólnum áðan til leikfélagsins fyrir 2 árum eða hvað það 2-3 ár síðan, þá kom það mjög skýrt fram hjá þeim að þetta þannig starfsemi að það mjög óhentugt eða óhægt vik að vera dröslast mikið með leikbúnað fram og tilbaka, það að segja breyta sviðinu. Við búum ekki við það eins og í Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu og leikhúsinu sem átti að vera á Selfossi á sín tíma, að það var byggður leiktjaldaturn og þá var þetta ekkert mál, þá var bara vírar í leiktjöldunum og svo þau bara hífðu upp og einhver kór kemur sér fyrir á gólfinu og svo leiktjöldunum slakað niður aftur. En að rífa þau í sundur og fara með þau út í einhverja byggingu sem yrði þarna baka til eða einhvern gám eða eitthvað svona, ég held að það gangi illa og eins og hlékarur í dag og eins og þetta teiknað upp hérna önnur hæðin og hvernig gert ráð fyrir þessu á þessum gögnum sem að ég hef allavega undir höndum en ekki allir því miður, að það ekki framtíðarlausn fyrir leikfélagi, það svona redding og það verður engin framtíðarlausn þarna fyrir að kemur nýbygging þarna sem við getum kallað leikhús og hljómlistasal. Það verður ekkert alvöru þar fyrir við fáum einhvern svona sal eins og við erum að sjá í Kópavogi með einhverjum slíkum hætti. Þannig að ég segi bara við getum auðvitað beðið okkar fólk í nefndinni að taka gangskör vegna þess að ég held að það ríði svolítið á að við gefum svolítið signal til leikfélagsins. Það öðruvís með kóra, þeir geta komið 30 manns, 40 manns, stilt sér upp á bekki, sungið. Það minna og ef þeir hafa aðgang á góðum ljósabúnaði og hljóðbúnaði forseti, þá það minna mál fyrir slíka aðila að koma upp. Og skólahljómsveitin okkar frábæra, ef hún kemur þarna, heldur einhverja tónleika, það minna mál. Fylgja þeim ekki leiktjöld og svona sem þarf að tuskast með, en þau geta komið sér fyrir, þannig að nú veit ég það ekkert, en kannski má, ef það gert núna einmitt í tæka tíð, gera þetta þannig úr garði að þetta væri mögulegt og það alveg klárt. Og ef þessi kjölfestu aðili, ef við segjum að það yrði leikfélagið,
að þeir myndu ekkert einoka húsið, þeir yrðu vörsluaðili hússins svona dagsdaglega, hefðu einhverja skyldur að hleypa í það lífi og hleypa öðrum að með tónleika, uppákomur og svo framvegis, eins og frekast kostur miðað við húsnæðið og gerð þess. Forseti, læt þetta duga. Ég þakka fyrir, mér finnst þetta að hafa bara fín umræða að við vörpum þessu hérna upp og allavega á minni hálfu erum ekki að keyra yfir einn eða neitt. Við eigum og megum taka umræðina hérna, þannig það bara, en að sjálfsögðu ber ég mikla virðingu fyrir nefndinni, en það eigum við þar fulltrúa á svona fleiri. Já, það eru 3 bæjarfulltrúar með þessu á, þetta er búið að vera stór og löng og mikil umræða. Við höldum áfram með það umræðina og svo förum við að snúa okkur að tillögunni inn í lokin. Ræða hana og greiða atkvæði, tillögu frá M-lista, bæjarfulltrúar M-lista. En það er Ásgeir Sveinsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Málefni Leikfélags Mosfellsbæjar, Mosfellssveitar og Hlégarðs. Bara örstutt til viðbótar. Það var lesin tillaga frá bæjarfulltrúa Miðflokksins að vísa þessu til bæjarráðs. Kannski getur fengið að heyra hana aftur, forseti. Já, ég skal, komið tíma að heyra hana, við erum að tala hana, ég kannski bara lesa hana hér upp. En þú last hana fyrir okkur á það. Já, ég skal bara lesa hana hér upp, það er hérna bæjarfulltrúinn sendi mér hana. Tillagan svohljóðandi. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að láta móta tillögur að viðræðum við Leikfélag Mosfellssveitar varðandi framtíðar áform í húsnæðismáli félagsins. Og það er líka stutt greinargerð sem svohljóðandi. Lögð áhersla á að meta þarfir leikfélagsins og kanna hvernig Mosfellsbær getur komið á móts við félagið hvað húsnæði varðar. Þessar mundir komið að viðhaldi þess húsnæðis sem í notkun í dag og framlög bæjarins duga ekki til að dekka viðhald ásamt rekstrarkostnaði félagsins. Þetta var greinargerðin og hún hefur verið send Arnari ritara og það, kannski við förum að snúa okkur af tillögunni og það það öllu fyrir aftur að taka tvisvar til máls þar. En ég vil ekki samt loka það að menn vil ekki tala um eitthvað annað. En tillagan snýst þetta sem að bæjarfulltrúi Sveinn óskar að leggja til að fela bæjarráði að móta tillögur að viðræðum við leikfélagið. Hann hefur viðræði hérna úr ræðustól og fólk hefur komið inn á þetta. En höldum áfram með mældaskrána og allir eru nokkurn veginn með tillöguna á hreinu og við endum með því að greiða atkvæði hana. Gjörðu svo vel, þú hefur orðið. Takk fyrir, forseti. Bara stutt, ég er algjörlega sammála bæjarfulltrúa Stefán og Ómari, umræðan mjög góð og það nú bara þannig að í þessu máli að þá erum við bara alveg ótrúlega sammála sem að við erum sem betur fyrir bara oft. Við erum öll á sömu blaðsíðu hvað þetta varðar og það búið að koma fram að við sjáum fyrir okkur bæði komið fram hjá Stefán og Ómari og það verið komið fram hjá Haraldi bæjarstjóra að það væri ekkert útilokað að það einhver svona kjölfestu aðilar þarna sem að myndi þá mögulega vera leikfélagi inn í Hlégarði. Umræðan fín og ég held að það sé margt búið að koma fram og allt búið að koma fram sem að hefur þurft að koma fram. Tillagan eflaust ágætt til síns brúks en ég mun ekki styðja þessa tillögu vegna þess að hún algjör tímaskekkja. Þessar umræður og viðræður meðal annars við leikfélagi eru í gangi og þær fara fram í menningar- og nýsköpunarnefnd ásamt þeim embættismönnum sem eru að vinna með þeirri nefndi í þessum málum. Og akkur ættum að fara að vísa þessu inn í bæjarráð núna til þess að fara að fjalla framtíðar húsnæðismál leikfélagsins á þessum tímapunkti. Við skulum frekar gera það eftir að niðurstöður liggja fyrir og tillögur það hvort að leikfélagið getur hugsað sér og það sé hægt að samræma það að leikfélagið fari inn í Hlégarð og þá legg ég bara áherslu á það aftur að það verður vandað til verka í þeim breytingum á því sem verið að vinna núna. Þannig að það er svona grunnkröfur, grunnþarfir leikfélagsins að þeim verði sinnt og það verði gert með þeim hætti þær breytingar þannig að þeir geti verið þarna. Og þá kemur einmitt að geyma búnað og svo framvegis sem ég ætla ekki að fara aftur í sem við erum búin að tala um. Þannig að
tillagan sem slík finnst mér vera algjör tímaskekkja og mér finnst ég bara að taka málið aftur á bak. Þetta mál í vinnslu, þar á meðal viðræði við leikfélagið. Leyfum því bara að klárast, leyfum því að þróast og förum ekki að taka þetta frá nefndinni, vegna þess að mér finnst það vera mjög skrítin vinnubrögð gagnvart þeirri vinnu sem í gangi, að bæjarstjórn ætlaði að fara að samþykkja það, að vísa þessu inn í bæjarráð og inn á einhvern upphafspunkt þegar málið, þegar menn bara stattur út í miðri á með málið. Þannig að ég mun ekki styðja þessa tillögu. Rúnar Bragi Guðnason með orðið. Ég les hann eftir Rúnar Bragi Guðnason, þú ert með orðið, gjör svo vel. Já, takk forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir sama máli, 4-4. Hér kom fram að Flowers væri farið úr Klékgarði og Hljómar líka. Ekki má gleyma Vigni, hann líka farinn. Og leikfélagið, það fór líka. Það fór úr Klékgarði. Það allavega var mér sagt frá því að það hafi ekki verið nógu gott á þeim tíma, en það var húsnæði sem þeir fóru í og við erum að ræða hér miklu betra að þeirra sögn. En mér langar líka að segja að því að bæjarfulltrúi Arnar Sigurður kom upp á hann líka og talaði þetta mál. Við erum hér búin að ræða hér eftir í 40 mínútur þetta mál. Það sem stendur hér með leyfi forseta: Ólöf Arnbjörg Þórðardóttir, Eva Harðardóttir og Brynhildur Sveinsdóttir, fulltrúar leikfélags Mosfellsbæjar, koma á fund nefndarinnar og ræða húsnæðismál leikfélagsins. Niðurstaðan lögð fram. Við erum búin að ræða hér alveg alls konar mál, okkar hugarmál og annað. Verkefni bæjarstjórnar eru auðvitað að afgreiða hér fundargerðir, en hér liggur auðvitað ekkert fram, eða það kemur ekkert fram hvað var rætt hér á þessum fundi. En ég er ekkert endilega viss að þau vilja fara í Klékgarði, ég bara ekki hugmynd það. Það stendur allavega ekki hér. En ég vildi bara segja þetta, hér er ekkert minnisblað eða neitt þetta hér sem við erum búin að ræða svona lengi. En frábærar umræður og ég er sammála því. Já, nú ætla ég að gefa Kolbrúnu orðið og síðan ætla ég að gefa Sveini Óskari Sigurðssyni orðið og biðja hann að lesa tillöguna aftur og greinargerðina og við snúum okkur þá alfarið að tillögunni, þannig að við hættum að tala svona almennt málið. Ég vona að fólk sé samþykkt þessari ákvörðun forseta. Þetta er búin að vera mjög góð umræða og hún heldur örugglega áfram, en til þess að við klárum málið á þessum vettvangi er það að Kolbrún lýkur sínu máli og síðan ætla ég að biðja Svein Óskar Sigurðsson sem hefur lagt þetta fram tillögu og lesa hann hérna upp á ræðustólnum og líka greinargerðina og við ræðum hana og greiðum atkvæði. En gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk fyrir forseti. Ég vil líka taka fram að ég fagna þessari umræðu leikfélagið og Klékgarð. Þetta hefur verið löng umræða og sennilega svo lengsta umræða sem hefur átt sér stað leikfélagið í leikfélag Mosfellsbæjar og sem er mjög gott. En við erum greinilega svolítið að taka saman liðina Klékgarð og leikfélagið. Þannig ég held að ég kannski leyfi mér að gera það svolítið. En ég skal ekki vera lang orð, en við erum núna komin á þann góða stað að vera að byggja upp menningarhúsi Klékgarð. Það verður breyting á húsnæðinu og við sjáum fyrir okkur alls konar notkun á því. Ég vil líka stinga hér inn í umræðina varðandi til dæmis listaskólann og tónlistaskólann okkar, hvernig notkun skólans sem heitir Hús í eigu bæjarins. Og þó að sannarlega er ég sammála því með þennan kjölfestu aðila inn í Klékgarði, hvort sem að leikfélagið hefur nú áhuga á því eða ekki, það hefur ekki komið fram. Það kemur eflaust fram í viðræðum við leikfélagið á næstunni. Ég vil líka segja mína skoðun á því að mér finnst það algjörlega svona ólýðræðisleg vinnubrögð að ætla að fara að taka þetta frá nefndinni. Þetta er ennþá í höndum nefndarinnar og taka undir það sem kom fram í máli Valdimars, fulltrúa Viðreisnar, það á ábendinguna að við erum ekki að bæjarráð hliðsar ekki máli til sín eða nokkur annar. Þetta er í höndum menningar og nefndar og verður þar þangað til að yfir lýkur. Og ég bara ítreka það að okkur öllum andum leikfélagi, við erum öll þar að vilja gera þeim hátt undir höfði. Þau hafa verið í þessu húsnæði sem
auðvitað er engin sómi af en gamla áhaldahúsið og þið sem þekkjum söguna hvað saga húsins þess en bara mín skoðun og mín bara ánægja og gleði með það að við erum að stíga áfram, við erum að halda áfram með hlékar og að fagna þessari miklu umræðu leikfélagi, það á sannarlega stóran sess hér í sveitarfélaginu en ég held að sko, bara mín skoðun er svo, við erum að fara að eignast að endurgera þetta flotta menningarhús og sem að sannarlega sko, er komin tími á að komi aftur lífi hlékar og ég vil bara líka þá stinga þið inn við verðum að gera aðstæðurnar þannig að allir hafa aðgang og við lókum ekki á neitt og bara ég segi mína skoðun á því verkefnið verður áfram í höndum menningarmálanefndar og þannig að ég mun kjósa gegn þessari tillögu. Þannig að það er nú kannski bara svona mitt innslag að bara við verðum, þetta er fjölnota menningarhús, sannarlega þarf að huga gardínum og einhverju svona varðandi leiksviðið en bara gerum lekar þannig úr garði að sem alls konar menning muni blómstra þar inni. Takk fyrir. Já, þá er komið að vatnaskilu við snúum okkur að tillögunni. Ég ætla að biðja Svein Óskar að koma hér í ræðustól og lesa hana upp og greinargerðina. Síðan mun forseti opna meðaskrá og það mega þá allir tala tvisvar tillöguna, svo það sé sagt, og reyndar tillöguflytjandi, honum er heimilt að tala oftar, en gjör svo vel Svein Óskar. Forseti, mér sýnist margir hérna fara fram úr sér og meðal annars með því að halda því fram að svo sem hér stendur sig að fara fram úr sér. Það er svo ekki. Við vitum það að mæta vel að það er ekkert ólýðræðislegt að fela bæjarráði verkefni eða embættismann. Það er alltaf verið að gera hérna hjá okkur. Þannig að það er bara, ég vísa þessu nú bara út í hafsauga sem bara vanhugsuðum orðum. Nú, fara til þess að árétta eitt forseti varðandi fundarstjórn forseta, Östur, þá finnst mér eðlilegast að tillöguflytjandi fá að flytja sína tillögu og vera svo fyrstur á mælendaskrá. Það hefur verið svolítið blurry eða smá skorðað hérna hjá skarast á. Mér finnst það eðlilegt að hér kom ekki andstæðingar tillögunar og byrja að fjalla hana á þess að sá sem er að flytja hana geta þá gert grein fyrir henni. Ég geri það núna. Ég ætla að byrja að lesa bara tillöguna og greinargerðina eins og hún stendur hérna. Já, ég lesa hana núna og svo set ég innihald inn í það. Bæjarstjórn, tillagan hljóðar svo: bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að láta móta tillögur að viðræðum við leikfélag Mosfellssveitar varðandi framtíða áform í húsnæðismálum félagsins. Tilvitnun lýkur í tillögunum. Greinargerð. Lögð er áhersla á að meta þarfir leikfélagsins og kanna hvernig Mosfellsbær hefur komið á móts við félagið hvað húsnæði varðar. Þessar mundir er komið... Við sko fá hérna þögn í fundarsalinn, þá getur bæjarfulltrúar. Takk. Gjör svo vel Svein Óskar. Þessar mundir er komið að viðhaldi þess húsnæði sem er í notkun í dag og framlög bæjarins dugar ekki til að dekka viðhald ásamt rekstrarkostnaði félagsins. Hvergi minnst á hlékar í tillögu. Hvers vegna ekki minnst á hlékar? Það er meðal annars vegna þess að málið er stærra en það. Það var að viðhaldið líka og rekstur þessa félags. Þannig að hér hafa margir, vegna þess að þeir fóru fram úr sér, keyrt yfir á ræðu í málinu. Og augljóslega, vegna þess að þeir voru ekki búin að setja sig nægilega vel í málinu. Það er ekkert nýtt. Þögn í salinn. Nú, það sem skiptir máli í þessu er það að gera leikfélaginu eins vel undir höfði og kostur er. Nú, ef að það kemur í ljós að þessi tillaga sé þá hugsanlega með þeim hætti að það megi þá bíða með að hefja þessar viðræður, þá má bíða með að hefja þær viðræður. En við þurfum einhverja viðræður aðalega það sem er í gangi vegna þess að það er ekkert fjárveitingafald í menningar og nýsköpun. Það er ekkert þar sem varðar það að skuldbunda sveitarfélagið. Það gerist í bæjarráði.
Og þess vegna finnst mér svona hugsanlega verið að láta reka á reiðanum varðandi þennan félagsskap. En ég vil árétta eitt í þessu efni, að hér höfum ítrekað tekið sérstök mál til hliðar og gert því hærra undir höfði vegna einmitt ástands á húsnæði og þarfar hjá félagsskap sem hefur kallað eftir athygli. Ég legg þetta til með eins diplómatískum hætti og kostur er. Eins diplómatískum hætti og kostur er. En ég held að þvermóðskan í meirihlutanum sé bara því hvaðan tillagan kemur. Það er ekki sama hvaðan gott kemur. Það er bara málið. Og það er ergelsi sem er hafið. Og ég vona að það endist ekki út kvöldið. En annars vildi ég bara árétta það að þetta mál er ekki bara hlékar eða ekki hlékar. Þetta varðar þetta vandamál sem tengist húsnæðinu sem er í þegar og ég tek undir það að hér eru engin gögn undir málum frá þessum félagsskap. Og það var jaðra við það að forseti hugi að því að vísa erindinu aftur til nefndarinnar vegna þess að við hér, eins og í mörgum öðrum málum, höfum ekki haft rétt gögn í höndunum eða ekki nein gögn. Það sem ég hef eftir fulltrúa okkar í nefndinni. Það sem ég hef hér eftir. Og ég ser það ekki dýrar en ég keypti það. Það var það meðal annars, það kom í viðhald á eldra húsnæði. Já, ég gef orðið um tillöguna. Nú ætlum við að ræða eingöngu tillöguna frá bæjarfulltrúa M-lista sem hann hefur kynnt hér og lesið upp. Þannig að við ræðum tillöguna núna og nú þegar hefur Valdimar Birgisson beðið orðið til að tjá sig tillögur frá bæjarfulltrúa M-lista. Gjörðu svo vel, Valdimar. Ágætu bæjarfulltrúar. Sko, þegar ég var að tjá mig þetta mál hérna áðan þá heyrði ég nú 2 tillögur. Önnur tillagan var það að hefja viðræður við leikfélagið. Ég heyrði það þannig. En það var hún var sett fram til þess að örva umræður málið sem að sannarlega tókst og við erum búin að tala hérna heilengi leikfélagið og það er bara mjög gott og hér hefur komið fram að það er mikill velvilji fyrir leikfélaginu sem er líka mjög gott. En þessi hinn tillagan, hins vegar sem kemur hérna frá bæjarfulltrúa Sveini Óskari, gengur út á það að fara að hefja viðræður við leikfélagið framtíðar húsnæði leikfélags, eitthvað þannig, ef ég man rétt, herra forseti. Þessi tillaga, hvað sem bæjarfulltrúi segir hér í pontu að þetta sé allsendis óskylt hlékari, gengur náttúrulega engan veginn upp. Auðvitað er þetta skylt því máli og ég held að ég sé ekki að misskilja það á einn eða annan hátt að þetta tengist því og þá með því að taka þetta upp í bæjarráði þá er verið að taka þetta frá mennta- og menningarmálanefnd. Ég held meira að segja að bæjarfulltrúinn hafi sagt hérna áðan að hún fundaði hvort þið bara tvisvar í mánuði eða hvað það var og hefði ekki tök á að gera þetta. Skildi ég. Þannig að á þessum forsendum ætla ég að segja nei við þessari tillögu. Af því að ég tel að við eigum að klára þetta mál í menningarnefnd. En tillagan í sjálfu sér er ekki galin, sko. Ég er ekki að segja það. Ég held að við eigum í gegnum þessa nefnd að ræða við leikfélagið í fúlustu alvöru og athuga hvað þeir vilja. Og það er líka rétt sem kom hérna fram að þessi nefnd hefur ekki valdheimild til fjárútlota og svo framvegis. Það er í höndum bæjarráðs. En þeir hafa líka tillögurétt og geta komið með tillögur slíkt til bæjarráðs. Ég held að það sé bara góður framgangur á svona málum. Ég held almennt að við þurfum að veita nefndum bæjarins aukið vald en ekki minna vald. Ég held að það sé ákveðin hátt lýðræðislegra
og betra fyrir okkur, samfélagið, að það sé meira vald í nefndunum heldur en minna. Og ég held að þessi tillaga veiki þessa nefnd. Og þess vegna segi ég nei. Forseti hefur sett sjálfan sig hérna á mælendaskrá til að ræða tillögu frá bæjarfulltrúa M-lista sem hann kynnti hér áðan að vísa eða fela bæjarráði að móta tillögur að viðræðum við leikfélag Mosfellssveitar varðandi framtíðaráform húsnæðismála félagsins. Það er rétt sem forseti sagði hér áðan úr ræðustól að það er hvergi mist að hlékað en máli snýst náttúrulega ekki neitt annað en hlékað. Þannig að það skiptir ekki máli hvort að húsið sé nefnt. Það hafa verið hugleiddar aðrar lausnir eða hugmyndir en það er ekkert inni lengur í myndinni. Málið er komið á stað innan menningarmálanefndar með þessu samtali, það heldur áfram. Nefndin er upplýst þetta, embættismenn, bæði Arnar Jónsson og Auður Halldórsdóttir vinna að þessu máli. Það er komið á stað og mikið framundan hvernig þessu margt sem þarf að leysa, það er húsnæðismálin. Fyrsti áfangi sem verður kannski ræddur hérna á eftir og var til umræðu í þessari menningarmálanefnd, það styttist í handkláðist en er það nóg því að það er all efri hæðinur eftir sem hefur nú verið rætt það að leikfélagi farið þangað. Það er alls konar fletir og hliðar á þessu máli. Ljósabúnaður mun hann nýtast niður í hlégarði, hljóðkerfið, rekstrarformið, aðkoma bæjarins, aðkoma leikfélagsins og fleira. Viðbygging er það nauðsynlegt, þannig að það er mjög margt að gera. Við erum þessa nefnd sem hefur haft með þetta að gera, menningar- og nýsköpunarnefnd Mosfellsbæjar og það eru embættismenn sem vinna með þessari nefnd, Arnar og Auður sem ég nefndi hér áðan og þau eru fólki sem eru að halda utan um þetta og eru bara komin á ákveðinn stað og bæjarfulltrúi í M-lista talaði um það að það væri ekki sama hvaðan gott kemur og það er eitthvað í að því að þessi tillaga mætti einhverja andstöðu vegna þess að það kæmi frá M-lista. Þetta er bara ekki góð tillaga. Hún er bara því miður, bara ekki góð og bara, það er bara manna, hún er alveg glötuð. Og ég mun ekki styðja þessa tillaga einn eftir. En bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Ég var búin að biðja Fyrirgefðu. Er þetta komið málsmeðferðar til að greiða strax atkvæði þessa tillögu? Það er hérna, Æ, þetta var grín. það er nú hérna annars yfir. Sko, ég ætla ekki að ílengja þetta og halda langa ræðu eins og sumir hafa haldið hér. Ég ætla bara að endurtaka það sem ég sagði áðan, að málið er í farvegi, málið er á höndum menningarmálanefndar, hvort sem að hlégarðurinn er nefndur í þessari tillögu eða ekki, auðvitað þarf að fara svo í samtali um reksturinn en samtalið er í gangi núna. Og ég tel ekki rétt að við sem bæjarstjórar stígum inn í og tökum fram fyrir hendarnefndinni á þessum tímapunkti. Þessi tillaga er bara ekki borin fram á réttum tíma, tel ég, þannig ég get ekki stutt þessa tillögu. Sveinn Óskar Sigurðsson, þú ert næstur. Svo ætla ég svona að hvetja fólk til þess að margir hafa tjáð sig tillöguna og við erum búin að ræða málið í heild mjög mikið og við förum að stytta hana svona og förum að greiða atkvæði þannig að við förum að snúa okkur öðrum málum. Það er ekki viðurkenningu fyrir að tala stutt, eða stutt og öðrum. Það er ígöðan hrefni. En ég er ekki búin að loka mælendaskrá, ekki skilja það þannig, en þú er orðið gjörðsvel. Já, forseti, ég finnst alveg glata af þeim sem hér hafa talað vilja draga málið enn lengra þar sem ekkert umboð eða fjárveitingavald er til staðar. Er að ræða viðhald og fasteign, er að ræða framtíðarsýn og það sem ég hef lagt til fyrir þannig bæ að hér rísi lista á menningarhús. Það er líka eitt kostur. Hér höfum við risið íþróttahús, golfskáli, annað íbúðið VG. Lista flokksins
flokk listar og menningar. Og svo þetta falið embættismönnum til þess að halda áfram með málið sem bara sjálfsagt mál, en það vantar fjármagn. Það gerist bara einu stað, í bæjarráði. Gerist ekki niður í nefnd og það ekki til að taka neitt af nefndinni, því að nefndin mun alltaf vera falið að taka málið fyrir þegar það kemur. Ég vona að fólk skilji þetta, þó að kunni að vera glata. Fólk verður að skilja það að hér verið með mjög diplómatískum hætti að fela bæjarráði samkvæmt þessari tillögu að móta tillögu að viðræðum til þess að gera þessu félagsskap, frábæra félagsskap sem sinnur eiginlega stórum hluta af menningarstarfi í bænum, að sinna því. Stórum hluta. Hér eru fleiri tugi krakka sem fá að njóta sín á sumrin í alls konar námskeið. Og hér er listahópur sem hefur starfað mjög lengi. Lengur en svona en golfklúbb. Og ég biðja bæjarfulltrúanum að ræða eingöngu tillöguna sem var kynnt á hann. Ekki fara umræður þetta ágæta félag svona í víðari samhengi. Við erum búin að ræða það alllengi. Við ræðum eingöngu tillöguna núna. Ef ég á að ræða bara tillöguna fólki, þá á ég að endurtaka hana bara endalaust. Nei, ég bara tala eins og þú nefndir í upphafi þessa máls. Það ætti að tala vítt málið. Og það hafa aðrir gert og fengið fulla heimild frá forseta. En nú ræðum við tillöguna og ekkert annað. Það komið skýrt fram með forseta. Ég að ræða tillöguna. Og ég að segja það að það tillaga gengur út á það að gera leikfélaginu jafnt hátt undir höfði eins og þeim klúbbum sem að meðal annars hafa fengið meiri athygli en þessi félagsskap. Út af það gengur tillaga, forseti. Forseti, sem fulltrúi Viðreisn VG, hefur ítrekað veitt málum framgang hérna sem varðar íþróttamál. Hér verið að tala fjárskort í félagsskap vegna viðhalds. Forseti, ég ætla að biðja þig að það var hljóð í fundarsalnum, ágætu bæjarfulltrúar. Að leikilega fáið meiri athygli og virðingu hérna en að vera að halda 2 fundi í salnum. Ræðum tillöguna, ágætu bæjarfulltrúi. Og ágætu forseti, ég árétta það að hér hefur forseti sem fulltrúi Vinstri grænna veitt félagsskap hérna Ræðum sem tillöguna, tengjast húsnæðismálum, félagsskapar, nákvæmlega svo ég að leggja til hér. Ég verð að árétta það, við ræðum eingöngu tillöguna, ekki neitt annað. Og ég ætla að biðja þig, ágætu bæjarfulltrúar, að ræða tillöguna. Sem þú ert búin að lesa upp. Og hér verið að ræða það að tillaga gangi ekki mjög langt. Hún feli bæjarráði að móta framtíðarstefnuna í þessu og þrátt fyrir að nefndi sig með þetta í sínum höndum, það vantar þarna inn í þetta það fjármagn sem þarf að halda til dæmis við húsnæði. Það vantar fjármagn. Og bæjarstjóri sem stendur hérna og drekkur kaffi sitt, afsakið, ég vil ekki fyrirgeðu. Við höfum að hlusta á forsetið að hann grípur fram í, hann er svona fullar heimildir til þess. Ég vil ekki heimila það að fólk sendir svona athugasemdir út í fundarsalinn eins og þetta gera núna. Við erum að ræða tillöguna og ekkert annað. Og nú ætla ég að biðja þig að stytta málið, ágætu bæjarfulltrúar. Forseti, hér hefur það ítrekað verið gert gagnvart öðrum. En það sem skiptir máli hérna að félagsskapur sem þessi, hann ætti að fá þá áheyrn sem tilheyrir efni málsins sem á fundunum. Reyndar fylgir ekki skjal með og skjöl með undir fundunum sem ætti að fylgja með. Það fylgja ekki þau skjöl sem eiga að fylgja með. En það er alveg ljóst að hér þessi hópur að hluta til að mælast til þess að embættismennirnir fái að tefja máli frekar. Já, við ræðum ennþá tillögu bæjarfulltrúa M. Lista og það var einn
bæjarfulltrúi, bæjarstjóri er búinn að biðja orðið og reyndar bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson og Stefán Ómar Jónsson, er þetta ekki rétt röð? Og við ræðum tillögu bæjarfulltrúa M-lista sem hefur verið lesin upp. Gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, ég ætla að gera langorður því að hún var að tala um það hér í salnum áðan, hvort það var ekki hægt að leggja fram málsmiðan fyrir að tillögum að greiða atkvæðamstillögu og ræða hana nóg. En finnst ekki bara leitt að, sko, að eins og þetta var nú bara fín umræða hérna leikvæli og hlékar að hún skuli enda í þessum ósköpum. Vildi bara vekja athygli á því. Já, það eru 2 á mælendaskrá og svo legg ég til að við förum að snúa okkur að atkvæðagreiðslunni en ég er ekki búinn að loka mælendaskránni. Gjörðu svo vel, Valdimar, bæjarfulltrúi. Takk þér, forseti. Ágætur bæjarfulltrúi. Ég ætla að hafa þetta líka mjög stutt, eins og Anna var stutt á það, bara það kemur fram líka. Það var þrennt sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar sagði, sem ég þarf eiginlega að svara. Af því að ég lýsti að ég væri á móti tillögunni og hann sagði að þeir sem væri á móti tillögunni, þeir skildu ekki stjórnkerfið í Mosfellsbæ. Skildu ekki að með því að taka mál frá nefnd og setja það til bæjarráðs, að þá væri það að setja það til aðila sem hefði heimildir til fjárútláta sem að nefndin hefur ekki. Ekki hérna Ég er að tala um tillöguna. Ekki frammíköll, Sveinn Óskar. Og þetta er alveg rangt, ég skil þetta alveg og ég held að allir skilji þetta. Og ég sagði þetta áðan að ég vildi að þetta tillaga er felld vegna þess að ég tel að þetta máli eigi heima í mennta- og menningarmálanefnd þar sem þeir geta komið tillögu sem fer þá til bæjarráðs. Þeir geta komið tillögu fjárútlát. Annað sem að sagt var hérna að það væri veit ég hvernig en ég ætla að stytta mál mitt og láta þetta duga. En ég held ég skilji þetta mál alveg fullkomlega og hvað þetta snýst sko. Já, nú ætla ég ekki að bæjarfulltrúi Stefán Ómar í orðið og forseti allar hafa hann háttinn á að mælendaskrá verður lokað þegar hann hefur Já, þá bara biðjum orðið. Ég biðjum orðið. Biðjum orðið, já. Endilega að gera það. Ég veit ekki hvað Stefán Ómar verður talað langt mál, en endilega biðjum orðið. Við ræðum eingöngu tillöguna og þá byrjuðum við með á nýju borði eða svo má orða og sem við hafa ekki talað neitt um það. Við ræðum eingöngu tillöguna og bæjarfulltrúar heimilt að ræða tvisvar. Að tala tvisvar tillöguna. En höldum áfram og endilega biðjum orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það er tillagan sem liggur hérna fyrir sem er að bæjarstjórn samþykkja að fela bæjarráði að láta móta tillögu að viðræðum við leikfélag Mosfellssveitar varðandi framtíðar áform í húsnæðismálum félagsins. Ég ætla ekki að greiða þessari tillögu atkvæði. Ég ætla ekki að greiða á móti heldur. Ég ætla að sitja hjá. En ég ætla að gera annað, forseti, í þessu tilefni. Ég ætla að leyfa mér að ávarpa nefndina hérna á ræðustólnum, minn fulltrúa í nefndinni og alla aðra fulltrúa í nefndinni og starfsmennina sem hafa verið nefndir að verulega hraða þessu. Mér finnst þetta að vera búið að taka svolítið langan tíma og ég treysti því og trúi að menn hraði þessari vinnu, þessu samtali við leikfélagið og aðra hagaðila framtíð hlékars í núverandi myndi. Já, það er rétt að Sveinn Óskar næstum orðið. Nei, mér fannst þetta ekki snúa sem tillögu. Það var nákvæmlega sama að var við að gerast hérna áðan, að tala eitthvað annað en tillögu. Það var fundarformið og Það var bara benda á það. Ekki að grípa inn í. gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir. Þetta er góð punktur í síðasta ræðumanni. En til þess að svara fulltrúa Viðreisnar sem kom hérna upp á þá gengur þessi tillaga einfaldlega út á það að taka ekkert frá nefndinni því að málinn fara alltaf til nefndarinnar hvað sem kemur út úr vinnslu á öðrum sviðum. Ég bara lít svo á að önnur mál hafa fengið sambærilegar aðferðir eins og ég er að leggja til.
Það er að þessi gert hærra undir höfði félagsskapnum með því að setja málið að hærra stjórnsýslulevel en nefndina. Það er ekkert verið að gera lítið úr nefndu, það er stöðugt verið að gera þetta. Og það sem að síðasti ræðumaður sagði, vísaði það út fyrir fundinn, þá er þetta bara hið besta mál ef að þessi umræða leiðir til þess að málum verði hraðað. Já, forseti lítur svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúnir í atkvæðagreiðslu tillögu bæjarfulltrúa M-lista Sveins Óskar Sigurðssonar sem hefur verið kynnt og reyndar lesin upp. Í greiðum sem sagt, forseti ætlar að lesa hana tillöguna aftur, ekki greinargerðina, þetta tillöguna og það sú tillaga sem verður borin eftir atkvæða. Tillaga Sveins Óskars bæjarfulltrúa er svohljóðandi: Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að láta móta tillögur að viðræðum við leikfélag Mosfellssveitar varðandi framtíðaráform í húsnæðismálum félagsins. Þeir sem að samþykkja þessar tillögur bennir rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, það er einn sem situr hjá og einn sem samþykkir og hinn eru á móti. Það verður fært í bókar. Þá hefur við lokið umræðum 4. mál á þessum fundi. Við erum að ræða sem sagt fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar Mosfellsbæjar frá 8. júní. Það voru 4 mál á dagskrá og ég ætla að gefa orðið laust. Og nú veit ég ekki hvor var undan, ég var svo upptekinn að lesa. Ég held að Halli hafi bankað aðeins áður ég setti upp utan. Það sé sjónarmið undan mér. Já, það er reyndar ef það hefur handað eitthvað sem má gilda. Ég er alveg saman. Já. Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi. Það er orðið. Vandamálið er bara að fá þig til þess að líta á höndina, það er bankamaður. Já, forseti, ég kem hér upp undir máli nr. 5, útilistaverk á Kjarnatorgi. Það er eiginlega sko tvennt sem ég langar til að ræða þarna. Í fyrsta lagi, það bara koma því frá að það fylgir minnisblað sem sagt frá starfsmannanefndarinnar og þar kemur fram og við erum að sjá þetta oft núna í svona gögnum að það er verið að taka fram að hitt og þetta sé í samræmi við málefnasamning D.O.F.-lista sem að þetta er dálítið nýtt núna sko að það sé verið að taka þetta fram og ég ætla bara þá kannski óska eftir því í þessu máli að þá kannski þá bætt það inn í þetta sé líka í samræmi við stefnu Samfylkingarinnar á minnstakosti fyrir síðustu kosningar sem sérstaklega tók það fram að það ætti að efla list- og menningarsjóð og fjölga útilistaverkum í bænum. Mér finnst ekki alveg viðeigandi þessi tilhneiging að setja inn í svona gögn sko tilvísun í samkomulag. Þá kannski þurfum við að fara að fá líka hvenær uppfyllir er ekki hluti af miðhluta-samstarfinu og svo kannski listum við það sem ekki næst í gegn. En þetta var fyrsta og kannski þetta var bæði í gamni og í alvöru. Svo er það hugmyndin sjálf. Nú er ég búin að tapa hérna þetta. Sko, þarna er verið að ræða um það að kanna möguleikann á að setja upp útilistaverk á Kjarnatorgi sem er þá væntanlega torgi bara hérna fyrir utan glugga hérna sem er bara fínt sko. Reyndar myndi ég vilja að við værum ekki bara alltaf að hugsa um torg sko þegar við erum að tala útilistaverk heldur horfa víða en gott og vel. Mér finnst mjög gott að það sé farið að huga að þessu. Ég ætla ekki að setja mig upp á móti því að fyrir valinu verði torg fyrir útilistaverk. En það sem mér finnst sérkennilegt í þessu máli er að það er dregin fram tillaga sem kom fram í samkeppni aðkomutákn. Ekki útilistaverk, heldur aðkomutákn.
og þeir listamenn og hönnuðir sem tóku þátt í þeirri samkeppni voru eflaust að hugsa sínar tillögur inn í þau rými. Þegar að listamaður gerir tillögu útilistaverk, eða bara listaverk yfir höfuð, þá hann örugglega alltaf að hugsa rýmið sem hann er að skapa inn. Og mér finnst þetta skrítið að þegar við ætlum að fara að girða okkur í brók og fjölga listaverkum, að þá leitum við í þessa áttina. Og þar með er ég ekki að fella dómi við því hvernig, hvað akkúrat þessi tillaga í samkeppninni aðkomutákn, hversu góð eða ekki góð hún er. Það er bara einhvern veginn svona aukaatriði í því sem ég er að reyna að koma framfyrir hér. Mér finnst þegar við erum að tala útilistaverk, þá eigum við annaðhvort að leita til einhverja listamanni sem við viljum fá eignast verk eftir, eða við hafa samkeppni útilistaverk á þeim stað þar sem við ætlum að reisa útilistaverk. Mér finnst það eðlilegri leið, og þessi tillaga, hún er einhvers konar útfærsla á bæjarmerkin okkar, fína, sem að mér finnst mjög vel heppnað, og ég veit ekki, kannski finnst fólki vanta aðkomutákn inn í þetta hringtorg, ég veit það ekki. Þarf þá ekki annað svona í hringtorgi við Baugshlíðina, þar sem að fyrir inn í Klapparhlíð og þar. Ég hef alltaf svona efasemdir þetta. Nú gerir mig grein fyrir því að nefndinni þarna er ekki að taka endanlega ákvörðun, en að þessi nefndin var að samþykkja var að ræða við höfund þessara hugmyndar hugsanlega notkun á þessari hugmynd fyrir torgið úti, og ég ætla ekki að fara að taka fram fyrir hendur nefndarinnar og leggja til að þessari ákvörðun verði snúið við. Ég vil bara, ég vildi bara koma upp í pont og benda á að það eru, það er ekki alltaf hægt að taka bara eitthvað sem þegar gert og aðeins breyta því og setja þóða sér til þess að uppfylla málefnasamning VG og sjálfstæðismanna fjölgun útilistaverka. Faglegra og metnaðarfyllra hefði verið að leita til einhvers listamanns eða hönnuðar og segja: sýndu okkur hugmyndir þínar listaverk á Kjarnatorgi, eða við höfum bara auglýst samkeppni, Mosfellsbær vill fá útilistaverk. Við erum með eitt af fallegustu útilistaverkum landsins á Stekkjarflötinni. Það er alveg ótrúlega vel heppnað útilistaverk. Og mér finnst það mjög góðum stað. Ég myndi ekki vilja hafa það á torginu, en það er kannski bara minn smekkur. En ég varð í alvöru hvíldi þetta á mér, og ég varð að koma upp og segja hvað mér finnst þetta. Og ég endurtek aftur, ég ætla ekki að taka fram fyrir hendur nefndarinnar eða óska eftir því að það veri breytt niðurstöðu hennar. Ég vildi bara benda á þessa skoðun mína og ítreka svo að það vantar inn í minnisblaði að þetta er í samræmi við stefnu Samfylkingarinnar líka. Þá tekur næstu til máls Haraldur Sverrisson og síðan bæjarfulltrúar Valdimar og bæjarfulltrúar Sveinn Óskar. Ég gerir ráð fyrir því að þú hafi giskað á það að mig langaði til að biðja orðið þetta mál. Já, við ræðum þetta mál núna, já. Það er ekki bara það sem að vakti fyrir mér að fá að ræða þetta mál, ekki eitthvað annað mál, en annars var á undan mér, það er bara fyrir lagi. Ég reyndar ætlaði að koma í öðrum erindagjörðum kannski heldur en bæjarfulltrúar annars seriður, þar að segja að ég er bara algjörlega stórhrifinn af þessari niðurstöðu nefndarinnar. Eða öllu heldur að það að fara í það að skoða þessa hluti, og ég ætla ekki að fara að svara þessu með málefnasamningin. Mér finnst málið það jákvætt að ég ætla ekki að fara út í þá neikvæðu sálma að fara að svara fyrir það. En þarna er það að ræða að það var endin samkeppni aðkomutákn, og í þessari samkeppni kom meðal annars fram í gögnum hennar
að Mosfellsbær áskildi sér rétt til þess að geta nota allar þær tillögur sem í henni voru lagðar fram. Og í mínum huga þetta verk sem er eftir Elísabetu Hugrúnu Georgsdóttur, arkitekt, mjög skemmtileg hugmynd að útfærslu á merki Mosfellsbæjar. Þó að dómnefndin á sínum tíma hafi valið annað aðkomutafn. Og mér finnst það líka mjög gott val, fallegt aðkomutafn, sem á þó að vera á landamærum bæjarins. Og það mun ekki bara verða á landamærum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, eða á þessum stað á landamærum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Þetta er gert ráð fyrir að minnsta kosti 3 stöðum við Leirvogsá, þar sem eru líka landamæri, og við Þingvallavegi, þar sem eru landamæri. Það var svona útgangspunkturinn og við erum bara búin að setja upp eitt af fleiri aðkomutáknum sem við ætlum okkur að setja upp. Og mér finnst það aðkomutákn mjög vel og fallegt. Og þetta er mínum að líka mjög fallegt verk og verk í mínum huga sem að sómir sér mjög vel nákvæmlega á þessum stað. Vegna þess hvernig það er hugsað á þannig. Það er bara mín persónulega skoðun. Og hafandi séð þessa tillögu og rifjað upp útlit verksins. Þannig að minn tilgangur hér í Ráðhúsbúll var nú bara einfaldlega sá að hrósa nefndinni og hrósa þessari niðurstöðu fyrir þetta. Við þurfum ekki alltaf að leita við lækinn. Þegar okkar megin við lækinn eigum við okkar safni mjög góðar hugmyndir. Og mín persónulega skoðun svo þetta sé mjög góð hugmynd og mjög fallegt verk. Og ég sé líka alveg fyrir mér og þessi staður að því að tala um Tjarnartorg, svo sé ekki misskilningur það að það er hringtorg. Þessi hringtorg á gatnamótum Bjarkarholts og Langatanga. Fyrir þá sem eru að hlusta en get ekki horft hér út gluggann eins og við hér og sé túlipannana á hringtorginu. En verkið þá, eins og ég skildi, hugsa nákvæmlega það sem túlipannarnir, gulir og rauðir, núna eru, blómstrandi. Þannig að ég finnst þetta góð hugmynd. Ef hægt að ná hann einhver ásættanlegri niðurstöðu, þá fagna ég því og ég reyndar vil mótmæla því að þetta sé einhver leið til þess að geta uppfylla einhvern ódýran hátt málefnasamning sjálfstæðismanna á Vinstri grænna. Ég sagði það ekki. Já, mér fannst þú orðað þannig. Ef þú ekki, þá byrst ég afsökunar. Mér fannst það ekki orðað, en það kann að vera ég hef misskilið það og þá byrst ég afsökunar. En bara endurtek það, mér finnst þetta fallegt verk, mér finnst þetta tákgrænt fyrir Mosfellsbæ og myndi sóma sér einstaklega vel á þessum stað. Já, þá heldur við áfram Mannsson að Valdimar Birgisson. Vel. 5. mál. Við bæjarfulltrúar. Við ræðum ennþá listir sem bara ágætt. Þetta bæjarstjórnarfundur listir greinilega. Það bara fínt. Menningarbeltingin í Mosfellsbæ hafin, Bjarki, herra forseti. Og það gott. Ég ætla að taka undir með öllum hérna. Ég ætla bara að segja það. Enda ertu Viðreisn. Já, Viðreisn tekur undir með öllum. Ég fagna því að það sé verið að setja upp fleiri listar. Ég held að það sé bara gott mál, eins og stendur í stefnu Samfylkingarinnar. Og við höfum að hafa það í huga, heiðri, og það má vera meira um þetta. Og ég alveg sammála því að við ættum kannski að taka skrefið líka næst og efna til aftur til samkeppni það að hafa fleiri listaverk. Ég, eins og við vitið, var tíma í leyfi og bjó þá í Alicante á Spáni. Þar voru risa listaverk á hverju einasta hringtorgi. Og það var bara mikið prýða því að ég hugsaði oft heim og var alveg að ég komin að hringja og segja ykkur frá þessari hugmynd. Að þetta væri bara til prýðis og þannig að ég held líka að þetta verk sé alveg til prýðis og þegar því var lýst hvað þetta ætti að vera við sjáum þetta út úr gluggann en þetta ágæta torg sem þetta á að vera, þá held ég að sé alveg prýða því. En ég saknaði samt að ég verið komið 3 listaverk sem eru einhvern veginn útfærsla á þessu ágæta og frábæra merki okkar. Eitt á stekkjaflöt og eitt nýtt aðkomutákn og þá þetta verður það 3.
Það er kannski komið alveg ágætt af þessu listaverkum sem eru svona vísun í ágætt merki okkar, sko. Og við ættum kannski að næsta að taka hérna til og hafa eitthvað annað. Ég held að þetta listaverk á Stekkjarflöt sé vísun í ágætt merki okkar, sko. Ég held það. Hluta til. Já, þannig að ég vildi sjá það næst að það yrði sko farið líka í samkeppni og búin til fleiri tegundar af listaverkum og fleiri í hringtorg Mosfellsbæjar. Það eru mörg hringtorg í Mosfellsbæ, eins og allir sem hér þekkja og það er bara til prín. Takk. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú hefur orðið nú að gera svo. Forseti, ég kem hérna undir sama máli sem snýr að þessu útilistaverki og svo mál vexti að það er erfitt að deila smekk. Ekki ætla ég að segja fólki að þetta sé ljótt eða fallegt, það er verið að gera tillögur þarna jafnvel að skartgripum í tengslum við merkið og svo framvegis og framvegis. Ég veit ekki hversu langt Mosfellsbær í þeirri fjárhagsstöðu sem hann er í núna eigi að ganga í svona málum. Það er svona matsatriði hverju sinni. Og svona einhvers konar gæluverkefni að setja listaverk hér á hvað þegar við erum með vandamál meðal annars á öðru sviðum. En það hefur gert víða, meðal annars í Evrópu, þar sem að útilistaverk voru reist þegar þessar þjóðir voru nýlendur. En til þess að vísa aðeins á öryggismálin, þá hef ég hérna undir hönd skýrslu sem Línuhönnun verkfræðistofa vann fyrir Vegagerðina og með leyfi forseta ætla ég að fá að lýsa í hana. Jósef. Hérna er kafli 6.1.2 útfærsla miðeyju. Leyfilegt að hafa gróður í miðeyju hringtorga, slíkt er þó ákveðið í samspili við umferðarhraða og kröfur lágmarkssjónlengdir. Á litlum hringtorgum, mini og litlum torgum, ættu ökumenn að sjá yfir gróður sem er staðsettur á miðeyjunni, en á stórum hringtorgum, meðalstórum og tvíbrauðum innans vega, og hringtorgum í dreifbýli er það ekki nauðsynlegt. Almennt er ekkert æskilegt að hafa steina og listaverk á miðeyju hringtorga, sérstaklega ekki á hringtorgum á stofnvegum, þar sem steinar og listaverk geta skapað árekstrahættu. Tilvitnun lýkur. Mér finnst þetta vant í umræðinu. Við erum með fullt af góðum embættismönnum sem vilja gera bæinn okkur fallegri og eru metnaðarfullir til þess, en ég vil taka þarna dálítið undir það sem að fulltrúi Samfylkingar nefndi. Það eru fleiri staðir til. Hér er talsvert langur, þó að sé lítið hraðahundrun hérna við útidyrnar á bæjarskrifstofunum. Þá er hægt að ná nokkuð tilhlaupi hérna og við höfum séð að ítrekað að menn er að keyra yfir þessi hringtorg. Og það eru snjóalög og það er margt annað, getur komið til meira viðhalds og svo framvegis. Þannig að ég vil að embættismaður sem hefur komið þetta fyrir nefndina með þetta mál skoði þetta og ég held að við eigum að horfa til þessar áherslu sem að lögð er á þetta mál, öryggismál. Við erum ungt fólk sem er að stíga sinn fyrstu skref og fara að keyra bíla og það er allur gangur á það getur komið fyrir. En ég set mig svo sem, ég mun setja hjá undir þessu máli, meðal annars vegna þess að ég gerði það önnur útilistaverk sem eru svona tákn fyrir Mosfellsbæ sem ég tel að við getum beðið með og hérna óskar þar alveg eftir forseta handrið að taki þetta mál sérstaklega fyrir. Forseti hefur nú sett sjálfa sig hér á mælendaskránna eftir þessu máli. Þú getur því að ég bara líka málið. Já. Og til næstur og síðan Kolbrún. Já, þetta er auðvitað hægt að tala í þetta í löngu máli en aðeins bara þessa hugmynd sem nú að vonandi að vera veruleika eða samningar nást og það framvegis.
Það er sem sagt niðurstaða menningarmálanefndar að kanna möguleika á því að þessi hugmynd, það búið að ræða hvernig þetta var til. Listamaðurinn Elisabeth Georgsdóttir heitir hún, útlistaði þetta vel, rökstuði þetta. Þetta er vissulega vísun í verki Mosfellsbæjar, eins og stöpullinn á verkinu niðri á Stekkjarflöt og reyndar einnig aðkomutáknið sem var reist inn á bæjarverkum. Það er alltaf spurning hvernig á að útfæra svona með listaverkakaup. Eitt er að leita bara til ákveðins listamanns og segja það á maður listaverk hér, eða við ætlum að setja listaverk hér, eftir með hugmyndir á þetta torg eða við þennan skóla, það er ein leiðin. Viðamesta leiðin er svo sem var valin hérna á Stekkjarflöt, þá var það menningarmálanefnd sem ég satt einmitt í á þeim tíma að það var opin samkeppni og þar var fulltrúi frá SÍM, Sambandi íslenskra myndlistarmanna, og það var alveg frjálst þar, en það var alveg eins og manni mælt að allar tillögurnar og hugmyndirnar snerist einhvern veginn Halldór Laxness. Það var alveg opið og þessi, ég held að sé allir sammála um það að við tekist mjög vel til valið til listaverki Húsi tímans, Hús skáldsins, og bara svo ég skjóti inn í það var uppæðið að því að gera Stekkjarflöt að því sem hún er í dag. Vissu fáir þá hvað Stekkjarflöt var, en áfram með þetta verk sem við erum að ræða hér nú. Það er vissulega verið að athuga með möguleika á verki sem að þegar hefur farið í gegnum þessa samkeppni. Mér finnst þetta bara mjög góð hugmynd sem að nefndin er að leggja til. Það er verið að ræða þetta torg, Tjarnatorg, sem að bæjarfulltrúar horfa á hérna út um gluggann. Það er alveg eftir að ræða hversu stórt það er. Það er kannski ekki að vera eins stórt eins og það hefði verið á bæjarverkunum. Það er mínu viti þyrfti að vera miklu minna. Lítið torg og frekar hæg umferð. Það er þetta að útfæra hversu stöpullin verið hár og þannig að þetta fari ekki á kafi snjó eins og gæti verið. Þannig að ég finnst þetta bara mjög spennandi ef að þetta næst niðurstaðan með þetta mál. Þetta er í þessum farvegi og bara sjáum hvað það verður. Þetta er þannig gert að það er hægt að horfa á úr öllum áttum og hérna ætti þá að passa vel á þetta hringtorg. Að lokum vil ég segja það, skýrt og skorinort í mínum huga, útilistaverk eða kaup á listaverkum yfir höfuð eru ekki gæluverk. Þá var ég lokið máli mínu og það er Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi og síðan Kolbrún. Já, við reyndar þú fórst inn á eitthvað af því sem ég ætlaði nú að nefna. Meðal annars við orðið á því að þú hefðir setið í þeirri nefnd sem að tók á sínum tíma ákvörðun útilistaverkið á Stekkjarflöt og þá vil ég nú að segja að ég satt með þér í nefndinni á sínum tíma og áttum við afskaplega gott samstarf þetta skemmtilega verkefni og ég er alveg sammála því að okkur er þetta listaverk, það er mikið til sóma hér í bænum. En sko bara svo að það sé líka sagt sko að það hafa núna á undanförnum árum síðan þetta var verið fleiri samkeppnir útilistaverk. Það var samkeppni útilistaverk hér á torginu, það sé miðbæjartorginu, sem var styrkt af Samorku í tilefni af 100 ára afmæli heitavatnsins á Íslandi og þar er listaverk sem það reyndar kannski fyrir ekki alveg nógu mikið fyrir því að það virkar ekki alveg sem skildi eins og akkurat núna á að stíga upp úr því gufa. En það hefur líka skírskotun í skáldverk Nóbelsskáldsins okkar og eins og svo sem Hús tímans og Hús skáldsins, þar að segja að það er líka skírskotun í það og svo merki Mosfellsbæjar og
Svo að sjálfsögðu aðkomutáknið, það er ekki óeðlilegt að það hafi skírskotun í merki Mosfellsbæjar. Svo að það svona sjáist kannski ekki almennilega nema þegar horft er ofan á það. Þá sér maður merki Mosfellsbæjar mjög greinilega og reyndar á einu hringtorginni hér í Mosfellsbæ er merki Mosfellsbæjar. Hringtorginni hér á vegamótum Vesturlandsvegar og Álfarsvegar eða Helgavársvegar. Sem er líka sérstaklega um að það sé tekið í lofti. Það er svona mjög skemmtileg útfærsla á merki Mosfellsbæjar. Þannig að ég tek undir það sem hefa hrósa á því merki, mér finnst þetta fallegasta bæjarmerki á landinu og mér finnst það alveg þess virði að það megi gera því hátt undir höfði í okkar bæjarfélagi. Þannig að við erum búin að fara í samkeppnir hérna núna með þessum hætti sem hafa nefnt. Og þetta verk er afrakstur samkeppni og ég bara endurtek það sem ég sagði áðan að ég tel þetta mjög góða leið og góða hugmynd að fallegu verki í bænum. Aðeins varðandi öryggissjónarmið, sko, Vegagerðin hefur þær reglur, svo lesið var hér upp áðan að þeir heimila ekki slíkt á hringtorgum sem sagt vega sem þeir eru með. Einhverjum ástæðu, ég er reyndar svo sem ekki til að sammála þeim öryggisviðmiðum Vegagerðarinnar en ég get svo sem alveg skilið á vegi eins og Vesturlandsvegi þar sem að umferðin er mjög hröð og mikil. Þetta hringtorg er allt annars eðlis og það er ágætis dæmi svona útfærslu er einmitt í Kópavogi í Hamraborginni. Keyrt upp af Reykjanesbrautinni upp að Hamraborginni. Þar getur beyggt annars vegar til vinstri inn í Hamraborgina, hins vegar til hægri að Gerðarsafni. Á því hringtorgi er fallegt listaverk. Það hringtorg er mjög áþekkt þessu, umferð svipuð, stærð svipuð og mér finnst það koma vel út þar og ég hef engar áhyggjur af því að við eigum að fara að fella þetta á einhverjum öryggissjónarmiðum til að þessi algjörlega ástæðulaust. Það er góð hugmynd og góður staður, mjög sýnilegur og táknrænt fyrir Mosfellsbæ. Og svo ætla ég nú reyndar líka að segja það sem að forsetinn sagði hér í lok ræðu sinnar að svona hlutir, listsköpun og skreytingar eins og hér er verið að leggja til er alls ekki gæluverkefni og bara nauðsynlegur þáttur í okkar samfélagi og þeim fjármunum sem að við þurfum að láta af hendi til að byggja upp gott samfélag. Bara svo að ég fái frið til að klára þetta pósiti að vera að gefa merki og einu bæjarfulltrúa vill fá orðið en ég bara mótmæli því bara harðlega og við verðum að það er bara hluti af því fé sem að samfélagið þarf að hafa fyrir samfélagið hlutur eins og þessir. Já, þá eru tveir mælendaskrá, tveir bæjarfulltrúar, Kolbrún Þorsteinsdóttir til prestur máls og síðan annars Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúar. Já, forseti, ég skal vera stutt orð. Mér langar bara svo mikið til að segja það hvað það er mikilvægt fyrir sveitarfélagið okkar að fjölga útilistaverkum og ég vil taka undir þau orð varðandi það hvað þetta er mikil bæjarprýði og ég til dæmis nefna bara Reykjanesbæ. Þeir eru að setja, það er mjög skemmtilegt þema á torgunum með þeim, til dæmis Eiffel-turninn og svona símaklefi og gamaldags símaklefi, þetta er ótrúlega gleður augað og svona lyftir sálinni og ég held að það sé einmitt það sem að svona útilistaverk gera. Og ég bara taka dæmi til dæmis líka Djúpavog, ef þið hafa komið þangað nýlega og séð eggin á bryggjunni, gríðarlega fallegt. Og þetta er eitthvað sem að finnst að hér er metnaður til að skreyta og gera fallegt í kringum sig og það er náttúrulega það sem að hefur gríðarlega mikið að segja. En ég vil samt segja að mitt uppáhalds listaverk er nú hesturinn þetta niður við Blíðabakka og torginu þar. Gríðarlega fallegur hestur og mikill sómi af því og manni hlýnar bara á morgnana þegar ég var að skutla í skólann í Varmaskóla að sjá hestinn hérna á miðju torgi í öllum veðrum. Þannig að ég bara fagnaði sérstaklega á þessari niðurstöðu nefndarinnar að kanna þessa möguleika að setja þetta merki á torgið og ég líka segja að ég fannst þú aldrei sjá neitt sérstaklega út úr því að þetta væri bæjarmerki Mosfellsbæjar þar sem að þetta uppi Ólafsfell
en fallegt merki og mikill sóma af því og allt það, en þarna var kannski meiri svona, meira að sjá að þetta væri bæjarmerkið, en hérna, og ég held að sómi sér einmitt vel hérna inn í miðju blómabeðinu sem er þetta akkurat í dag, og hérna, en varðandi öryggismálinu þá einmitt ætla ég að segja það líka eins og kom fram í máli bæjarstjóra varðandi það sem það er svo öryggisviðmið sem að Vegagerðin hefur við þjóðvegi landsins, og svo er það líka oft þannig að ef við gerum fallegt og setjum upp listaverk og þá einhvern veginn þá hrífast allir með og jafnvel það kemur í veg fyrir skemmdarverk og hérna einhver svona vonda menningu, þannig að það er algjörlega einmitt okkar hlutverk líka, það er svona að lyfta upp menningunni og gera fallegt í kringum okkur og alls ekki gæluverkefni. Það er engin mál sem kom inn á borð bæjarstjórnar gæluverkefni. Það er niðrandi tala um okkar verkefni hér, það er alveg sama, það er ekkert mál gæluverkefni sem að berst til okkar út úr nefndum eða frá íbúum bara beint eða hvað sem það er. Við bara bera virðingu fyrir öllum þeim málum sem koma hérna að og tala um þau að virðingu og líka virðingu við hvort annað, hvort sem við erum að styðja eitt eða annað, við erum öll að styðja hér við betri bæ og það að hafa hér listaverkum allt í von okkur bara auðnist það að fjölga hér listaverkum bara eitt á ári, myndi ég segja, það væri bara okkar markmið og þeirra sem að munu áfram hér sitja ákveðna tíð, þannig að hérna ég gríðarlega ánægð með þetta og hérna ég segi bara svo Valdimar fulltrúi Viðreisnar menningarbyltingin er hafin í Mosfellsbæ, við erum búin að eyða hér mörgum klukkutímum í að tala um menninguna og það er svo ánægjulegt og svo gaman að tala um þetta núna, við erum að tala um eitthvað sem svona auðgar andan í bænum og við erum alls ekki að vera eitthvað að takast á það þó eitthvað tillaga sé hvar tillagan að heima eitthvað slikt, við erum öll sammála um málin, við viljum öll gera hérna vel og ég hef líka taka fram að það er alveg sama hvaðan gott kemur. Við verðum bara að svona fara réttu leiðina og vera samkvæm sjálf okkur í því sem hvernig við störfum hér. En það er bara það sem ég vildi segja og ég er bara mjög ánægð með það að hérna menningarmálanefndin er standa þessi gríðarlega vel að þessum málum og styð þetta og vona að við fáum niðurstöðu fljótt í þetta mál sem við getum rætt hér síðan við þetta borð. Takk fyrir. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Anna Sigríður Gunnardóttir. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, ég hefði nú ekki verið venju að koma með einu sinni upp undir hverju máli. Ég vil með þess bara segja það sem ég finnst bara því hérna kemur í fyrsta skipti, en þetta er svo mikilvægt mál að ég er komin hingað í annað sinn. Og þetta var ekki alveg grín, þetta er mikilvægt mál og það sem kveikti í mér var málflutningur Miðflokksins um fánýti þess að setja upp listaverk á almannafæri fyrir okkur öll til þess að njóta. Og ég tek heilshugar undir orð forseta og svo komu hér aðrir í pont og tók undir þau líka að þetta er að kalla það að gera umhverfi okkar mennskara og fallegra og betur til þess gert að fólk njóti þess að búa í þessu umhverfi, að kalla það gæluverkefni, finnst mér bara, ég veit ekki, ég kann eiginlega ekki orð til þess að lýsa því, mér finnst það bara í raun og veru, nei, ég ætla ekki að segja það sem ég datt í hugum, ég bara vísa því á bug, það er bara ekkert í tengslum við hefur ekkert að gera með gæluverkefni. Fjölgun listaverka er af hennu góða, okkur kannski greinir á hvernig við ætlum að standa að þessu, ég held að við viljum flest gera þetta og það er líka allt í lagi að við séum ekkert alveg fullkomlega sammála alltaf nákvæmlega útfærslu öllu. Þú veist, við þurfum ekki það að ég sé ekki fullkomlega sammála því hvernig af þessu hlutum á staðjarnefndinni, ég var bara að lýsa þeirri skoðun minni, svo höldum við bara áfram og vonandi kemst bara góð niðurstaða í þetta, þess að ég vil líka taka það fram, nú er ég búin að tala óvinnu lengi, að mér fannst örla á þeim misskilningi að ég væri kategórist og yfir höfuð á móti listaverkum á hringtorgum, það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Á gættu öllum umferðaröryggismálum þá finnst mér það bara góð hugmynd. En það sem ég var ekki alveg sátt við var
þessi tilfærsla úr þessu verkefni yfir á þetta hringtorg, en gæluverkefni aldeilis ekki. Já, það er reyndar. Nú tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Ræðum 15 mál, það heitir einfaldlega útilistaverk á Kjarnatorgi. Forseti, hér er svona verið að brótura. Það er að brótura út úr málflutningi þar sem hér stendur. Ég sagði að svona gæluverkefni sem er í raun og veru gæluverkefni, þetta er ekki nema maður hefur efni á hlutum þegar maður kaupir skartgrip. Maður þarf að nörgla saman til að kaupa skartgrip. Við hefum ekki efnað í dag að kaupa skartgrip. En af því að menn vilja vera flottir á því, þá gera það. Ég er ekki á móti listum eins og var verið að halda fram. Síður svo. Ég er heldur ekki á móti listarverkum sem eru reist í okkar samfélagi til að gera bæinn fallegri eða bæinn fallegri. En betri. En munum það líka. Við erum alltaf dæmd í framtíðinni af því sem við gerum í dag. Ég veit ekki betur en að Helga Kress er búin að gagnrýna alla styttur bæjarins. Að þeir eru Köllmannum og Reðután. Hvað verður í framtíðinni með þetta listaverk? Og ég er bara að árétta það að sá sem hér stendur er mikið fyrir list og listaverk. En ég gerir líka athugasemdir þegar arkitektar innheimta of mikið fyrir byggingaframkvæmdir út á hönnun. Þetta er líka átakapunktur í stjórnmálum. En það gerir mig ekki á móti byggingum. Það gerir ekki mig á móti því að reisa skóla. Þetta er bara pólitík, við erum bara að ræða það hvert á að skaffa það nöfn skammtaða fé sem við höfum. Hvernig á að gera það? Og tíminn sem þessum er þetta gæluverkefni. Með fullri virðingu fyrir hönnuðum. Það er bara þannig. Ég mun sitja hjá, ég er ekki á móti þessu, en ég sitt hjá. Meðal annars út af því að það var staðsetja þetta hérna á hringtorgi. Og ég las upp punkta það, að ég gælt varhug við staðsetningunni. En árétta það að segja við bæjarfulltrúa hérna að þeir brótur ekki út á setningum þess sem að hér er, eitthvað allt annað en hann sagði. Og þið getur bara að spila það, að ég sagði á þessum tímum í ljósi annara mála sem við þurfum að setja pening í. Það er bara þannig. Þetta er bara eins og hver annar búskapur, hvert annað heimili sem að þarf að passa upp á peningana sína þegar illa ára. En ef að peningarnir eru svona miklir og staða bæjarsjóð svona gríðarlega góð, þá getur bæjarstjóri bara að keypt hvaða skartgrip sem er. Þá tekur næstu til máls bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, Haraldur. Fá það vísar aðgreiðslu. Forseti, ég tuggað bæjarfulltrúa Miðflokksins Sveinn Óskar Sigurðsson með því að þessi hugmynd að listaverk er hvorki af karlmanni né reðurtákn, eins og má sjá hér. Þetta er sem sagt hugmyndin af listaverkinu. Þetta er útfærsla á merki Mosfellsbæjar. Og ég get líka huggað með því að Mosfellsbær hefur vel efni á því að reisa þetta listaverk. Mosfellsbær er vel stætt sveitarfélag með þeim betur stæðu á landinu og þó að þessar mundir síðu sveitarfélag þar á meðal Mosfellsbær einum að hefna að þá hefur sveitarfélag Mosfellsbær verið rekið með aðgangi í langa tíð og hefur vel fjárhagslega burði að sjálfsögðu til þess að kosta til að vera með svona sjálfsögðu verkefni eins og það að reisa listaverk og skreyta bæina. Bæjarfulltrúi Samfylkingar Anna Sirja komst ágætlega að orði með. Ég gleymdi því hérna aðeins, því að ég var að tala hér um söguna í útilistarverkum. Ég á mér draum að fleiri útilistarverkum. Og ég var ekki undir það sem einhver sagði hérna áðan að reisa eitt á ári, en það væri fínt. Og í miðbænum líka, en bara kannski einhver smá út úr fórsetið, en
þú bannaði mér ekki að segja það, þá ætla ég að gera það samt, sko, en við erum hér í uppbyggingu á miðbænum og mér finnst að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að skreyta hann líka, ekki bara byggja hús og veraldlega reigur. Í skipulagi miðbæris, og það er eitthvað verið að vinna því í skipulagsnefndinni núna að ljúka þeim þætti miðbæjarskipulagi sem norðan Bjarkarhólms, er gert ráð fyrir með svona miðbæjargarði, grænum svona útivistargarði. Og þar myndi ég persónulega vilja sjá annað útilistaverk í Mosfellsbæ og sem væri þá mjög heppilegt einmitt til svona opinnar samkeppni. En það er bara ekki alveg komið að þessu, það er að segja að garðurinn er ekki tilbúinn, þannig að það er ekki hægt að gera það núna. En þetta myndi ég vilja sjá sem hluti af því að gera hér grænan og menningarlegan og fjölþættan miðbæ. Vildu bara að ég glemdi þessu á forseti, svo hann að fari. Það hefur engin beðið orðið, það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson sem hefur beðið orðið og ræðum mál áfram. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég er hérna upp undir þessu máli við listaverkið. Ég veit ekki hvað þetta er á dagskránni, en forsetinn það á hreinu. 15 mál, já, takk fyrir. Og vil bara segja það að mér finnst þetta bara, mér finnst hugmyndin góð bara og er alveg inn á því að styðja það auðvitað að fegra bæinn okkar með fallegum listaverkum og það er búið að nefna hérna nokkur sem eru komin þegar og bara allt gott það að segja. Og mér þótti líka ágætt að heyra það að þetta væri þannig sko fengið að það hefði verið í samkeppninu á sínum tíma aðkomutáknið, þetta ákvæði það að bærinn mætti nota önnur listaverk en það sem valið var sem aðkomutákn í það skiptið ef að svo bæri undir og þá erum við svona innan þess ramma að við erum ekki að stíga á einn en einn væntanlega í þeim efnum. Við erum að nýta okkur það sem við gerðum svona fyrirvarum og allt góðu með það. Þannig ég bara tek undir þetta allt saman, fegra bæ með fallegum listaverkum. Ég tek líka undir það að við verum auðvitað að koma þeim þannig fyrir, sérstaklega ef þau eru á umferðareyjum eða hringtorgum eða annar staðar að þau náttúrulega uppfylli öryggisskilyrði og hindri ekki útsýn og eitthvað svona. Þannig að ég treysti því náttúrulega bara að þegar þetta verður sett upp að þá verður náttúrulega passað upp á þessa hluti. Ég kann ekkert á þetta en einhverjir staðlar eru til sem að greina þetta allt saman, þannig að ég get bara ráð fyrir því. Nei, ég bara fagna þessu væntanlega listaverki. Mér finnst það sjálfum bara fallegt, lúkkar vel, eins og maður myndi segja, og allt gott það. Forseti, ég ætla að fá þá í restina að víkja aðeins að því sem að bæjarfulltrúi Samfylkingar koma að í sínu fyrra máli. Það er þessi texti hérna í þessu minnisblaði, er hugmyndin í samræmi við málefnasamning. Og ég svona velti einmitt fyrir mér sko, hefur einhver pælt í því? Hefur þessi málefnasamningur einhverja réttarstöðu í kerfinu okkar? Er hann eitthvað plagg? Er hann eitthvað stýriplagg? Er hann eitthvað stjórnarskrá? Er hann eitthvað sérstakt? Ég veit það ekki. Ég varpaði þessu fram. Og forseti, ég varpaði líka náttúrulega fram sko hvaðan kemur hugmynd starfsmannsins að setja þennan texta að inn. Datt honum það bara allt í einu í hug, eða dreymd honum það, eða fekk hann einhverja ábendingum eða frá einhverjum að setja þennan texta inn í þetta minnisblað. Sjálfum finnst mér þetta og svona uppstillingar ekki góðar. Við höfum ekki að rugla saman, við höfum alls ekki að rugla embættismönnunum okkar og starfsmönnunum inn í eitthvað sem er svona pólitískt eins og þetta plagg, svo klárlega er málefnasamningur DOA-fleista er náttúrulega pólitísk stefnuyfirlýsing. Mér finnst mjög vont ef að vera að rugla starfsmönnunum okkar inn í það að nota þetta plagg. Og eins og ég sagði áðan, forseti, hefur þetta plagg einhverja réttarstöðu í systeminu. Ég held ekki, en leiðrétti mig þá einhver sem að veit betur. Vildi enda á þessu orðum, forseti,
að listaverkið er flott og vonandi kemur það upp bara sem fyrst. Já. Nú, Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið þetta mál. 15 mál á dagskrá menningar- og nýsköpunarnefndar. Ég veit ekki hvort þú heimilar að ræða málefnasamning meirihlutans. Já, það er Þú búið að ræða hérna, það er náttúrulega ekki efni þessa mál. Það verður kannski að bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Stefán Ómar talaði hér í síðustu ræðu sinni. En sko, ég sé bara þá, forseti verður bara að segja, ég er algjörlega ósammála þessu. Ég minna það er málefnasamningur meirihlutans eru þau mál sem meirihlutinn hefur samþykkt og hefur birt hvað hann hyggst hrindið framkvæmd á þessu kjörtímabili, alveg sama hátt á ríkisstjórnin með sín málefnasamning. Og ég vann í ráðuneyti 20 ár og þar horfðu embættismenn ráðuneyta á þar ákvarðanir sem viðkomandi ríkisstjórn hafi tekið um það hvaða mál væru efst á baugi eða hvað ætti að framkvæma á kjörtímabilinu og alveg nákvæmlega sama hátt held ég að embættismenn Mosfellsbæjar verið skylda til að horfa til þess og það er alveg sama hvort sem er líka það betur það vel að þá þeir sem að ákveða ef að það er ekki bara allir saman í stjórn eða það sé ekki minn og meirihluti en það er þannig, það er minn og meirihluti og meirihlutin hefur ákveðið þetta hvort sem munum líka það betur það vel meðan annars að reisa útivistarverk og það er verið að gera það. Fleiri hafa ekki hvað til hljós jú, afsakið. Það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson sem tekur aftur til máls núna. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, þá erum við búin að fá það á hreint. Það er komið hérna fram í máli bæjarstjórans að embættismönnum, eins og hann sagði, ber skylda til þess að horfa til málefnasamningsins. Þannig að hann lítur þá greinilega þannig á að þessi málefnasamningur hafi einhvers konar réttar stöðu hérna. Ég er algjörlega ósammála. Þetta er ekki svona á sveitarstjórnarstiginu. Þannig að þú verður á lengi ráðuneytinu á sínum tíma. Ég veit það ekki forseti, því ég er bara algjörlega ósammála þessu. Algjörlega ósammála. Og mér finnst mjög ósmekklegt að í raun og veru að draga embættismenn inn í þetta með þessum hætti. Ég segi ekki meira, forseti. Takk fyrir. Nú, fleiri hafa ekki hvað til ljós og við göngum til aðkvæða það hefur verið óskað eftir því þar að segja forseti réttast að við afgreiðum þetta mál vegna þess að það hefur verið óskað eftir sérstakri atkvæðagreiðslu þetta mál og að bæjarfulltrúi og M-lista þannig að geta bara að gera það áður en við greiðum þá atkvæðum og klárum önnur mál ef maður vilja ræða þau en sem sagt bara svo allir séu með það á hreinu að efnislega var niðurstaða þessa fundar að fela forstöðumanni bókasafns og menningarmála, það er Auður Halldórsdóttir og henni var falið að kanna möguleika á því að koma fyrir útilistaverki á Tjarnatorgi og svo var þetta reyndar aðeins en við erum að greiða sér staðkvæði niðurstöðuna og eingöngu það. Þeir sem að vilja staðfesta þessa niðurstöðu menningar- og nýsköpunarnefndar eingöngu í 5. máli eru bennir að rétta upp hönd. Það er 8 atkvæði, einhverja móti. Það er 8 atkvæði, 1 situr hjá. Gerðu grein fyrir atkvæði? Já, þetta gerast. Stuttlega grein fyrir atkvæði, það er heimilt. Þarna tökum við alþingismenn til fyrirmyndar. Þeir komum upp í pott og stutt og laggott. Gerðu grein fyrir atkvæðinu. Það eru nokkrar ástæður fyrir því að ég sé tjá í þessu. Það er fyrsta lagi tímapunktur sem þeir eru að setja fjármagn í þetta. Annars stað varðar það öryggismálin og í þriðja lagi mál síðasta ræðismanns að embættismenn séu látnir reka pólitískt erindi inn í nefnd. Þá höldum við áfram með fundinn, það er að segja enda erum við að ræða fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar. Við erum búin að ræða leikfélag Mosfellssveitar, það er að segja 4. mál, við erum búin að ræða 5. mál. Þarna voru 3 mál á dagskrá og bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur beðið orðið og gjörðu svo vel Rúnar Bragi. Forseti,
bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir máli númer 4.3, fjöldasamkomu sumarið 2021. Við erum hér á fundi 16. júní 2021, á morgun 17. júní. Og það ánægjulegt að segja frá því að hér í þessari fundarkjæði talað fjöldatakmarki með þetta 150 manns. Það er búið að breyta því núna í 300. Þannig að það líka bara ánægjulegt að það dagskrá hér í Mosfellsbæ á morgun sem hægt að sjá inn á okkar Mosó. Og mér langaði bara að minnast á það að hér verður ýmislegt við haft á morgun og hefjast ýmsir atburðir klukkan 9 og svo þetta messa klukkan 11. Voruð þið laust þriðja mál sem bæjarfulltrúi Rúnar Bragi var að ræða. Þessi engi hljóðs umræðan lokið. Forseti ekki voruð laust enn og aftur. Það er ekki búið að ræða all málin. Einhver sem vil ræða hvað þessi hljóðs. Forseti ætlar þó að gera það, svo þá erum við búin að ræða all málin stuttlega. Það eina sem í boði núna er það að ræða fyrsta og annar mál. Það hanga saman raun og veru af því að fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar er lesin þá mál númer 1 er það að kynna sér menningar og nýsköpunarnefnd kynni sér yfirstandandi framkvæmdir í Hlégarði á staðinu. Það er sem vettvangskönnun og síðan var þetta tekið fyrir á fundi og það er mál númer 2. Það sem Óskar Gísli Sveinsson, deildarstjóri nýframkvæmda, kynnti framvindu skýrslu fyrsta áfanga framkvæmd í Hlégarði. Auðvitað hefur við komið svolítið inn á þetta í sambandi við umræðin í leikfélagið. En mig langar samt aðeins að bara koma inn á þetta að þá var ég eingöngu að hugsa húsnæðið, alveg burtséð frá, ég ætla ekki að tala leikfélagið þannig, en bara ég kíkti að inn daginn í síðustu viku og það var allan maður þekkti gamla félagsheimilið en það boðar samt gott. Meira að segja kjölfestubarinn er farinn og fjarlægi hann og það var nú vitað samkvæmt áætlun og færa hann til. En það var þó eitt sem stendur eftir. Það er nú reyndar verið nefnt hérna áður á þessu fundi og það er leiksviðið sem að verður ekki breytt og það er umræða sem betur fer var tekin alveg í botn. Leiksviðið hefur mikið menningarlegt gildi. Arkitekt hússins Gísli Halldórsson þekktur maður á sinni tíð og leiksviðið við því verður ekki haggað en það er auðvitað hægt að gera ýmislegt til þess að nýta möguleikana. Og leiksviðið ekki fallegt en það virðist svolítið deilhljóðið þarna inni í hljómgæðin. Hvort sem sé verið að leika eða leika hljóðfæri. En það er eitt af því sem hefur verið rætt í sambandi við þessa endurreist Hlégarðs er að vera með svona framlenging á leiksviðinu, eitthvað lausn sem er hægt að nýta af hljóðfæraleikurum eða leikurum. Og þá eru þau nær áhorfendur. Þetta er eitt af því sem er ekki búið að ræða til enda og ekki búið að útfæra. En leiksviðið fær að standa áfram. Og þetta er fyrsta áfangi sem við erum að ræða og eftir því sem ég skilst á honum að ljúka síðsumars. Þannig að það er mjög sérstakt að koma inn í þetta gamla góða félagsheimili og sjá eins og það er núna, en þetta er gert í mjög nauðsynlegum og góðum tilgangi. Svo ég vitni hérna í aðra bæjarfulltrúa að menningarbyltingin er hafin. Þá er búið að ræða all mál í þessari ágætu fundargerð. Ekki orðið laust þetta mál 1 og 2, ef einhver vill ræða það. Svo virðist ekki vera þá göngum við til atkvæði, við erum búin að greiða atkvæði 15 mál, já. En nú greiðum atkvæði niðurstöðu nefndarinnar í öllum hinum málum, þessi staðfesta. Þær niðurstöður eru beinréttu pentar í 9 hendur á lofti. Þá er ein fundargerð ennþá frá nefndum bæjarins, það er skipulagsnefndin. Hún fundaði 11. júní og venju mörg mál á dagskrá. Þarna voru 10 mál á dagskrá. Fundur númer
545 og ég gef orðið laust og bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið mig, gjörðu svo vel. Forseti, ég kemur upp undir mál númer 1. Það eru teikningar á skuggavarpi á þeim, frá þeim byggingum sem eru núna á teikniborðinu á vegum Eyrar, þarna á Bjarkarholti 4 og 5. Og allavega mitt leikmannsauga sér mikið skuggavarp nema kannski helst bara akkúrat klukkan 1 á daginn. Það eru tvenns konar myndir, ég gerum ekki alveg grein fyrir mununum á þeim sko, en sko 20. júní klukkan 17 er nánast almyrkvi á lóðunum og klukkan 9 morguninn er ansi mikið skuggavarp og það bara í kringum bara háhádegið klukkan 1 sem þarna er bjart og gott. Svo er afgreiðsla nefndarinnar er sú að ef ég les hana með leyfi forseta, skipulagsfulltrúar farið að vinna málið áfram og undirbúa drög og svör við athugasemdum. Er það að fá annar upplýsingur um það hvernig þau svör verða? Mér finnst þetta dálítið svona ófullkomið svona í hendurnar á okkur. Þetta er líklega sko, ég ímyndi mér þetta sem komið frá athugasemdum sem komið frá reyndar fyrrverandi nefndarmanni í skipulagsnefnd varðandi skuggavarpið. Svo er einhver fengið til þess að teikna og reikna út þetta skuggavarp og svo bókar nefndin svona. Mér langar bara til þess að vita sko hvað hver verða þessi drög og svörum? Hver var umræðin um það? Getur formaður nefndarinnar aðeins skýrt þetta mál fyrir mér? Já, það er einn spurningu til formanns nefndarinnar, skipulagsnefndar, og það er Ásgeir Sveinsson, þannig að ég ætla að gefa honum orðið. Þetta snýst sem sagt fyrsta mál. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Fyrsta mál á dagskrá skipulagsnefndar, deiliskipulag Bjarkarholti 4-5. Ástæðan fyrir því að þetta mál var sérstaklega tekið fyrir á þessum fundi var sú að eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, þá var þetta hluti af þeim athugasemdum sem bárust þegar að þetta deiliskipulag var auglýst og það var samhljómur um það í skipulagsnefnd að við myndum taka þessar athugasemdir út fyrir sviga og fá betri skoðun og rýningu á þessum áhyggjum sem að komu þarna fram hjá þeim sem að komu með þessar athugasemdir. Og við viljum þá fá einmitt þessa útreikninga og þessar mismunandi myndir, þrívíddarmyndir og ég kann nú ekki að nefna þetta nákvæmlega hvað þær heita. Og það var síðan farið yfir þetta af skipulagsfulltrúa sem að hafði vegar því að fá þessa vinnu framkvæmda af arkitekt og þeim svona fagmönnum sem að hafa vit á þessu. Það var þeirra mat og síðan eftir umræður í nefndinni að skuggavarp sem að þessum hugmyndum hlýst sé ekki meira heldur en búast mátti við af byggingum sem eru 4-5 hæðir og síst kannski meira heldur en það gengur og gerist í sambærilegum þéttleika eins og þarna verður. Það sé almyrkvi þarna klukkan 5 á daginn eða eitthvað, það er nú kannski ekki alveg rétt, en það er alveg rétt að sólin nær kannski ekki þá sérstaklega inn í þennan svo kallar inngarð sem er þarna í þessum fyrsta áfanga, nema þá kannski yfir hásumarið en þetta það allavega þótti ekki verið eitthvað meira heldur en var búið að reikna með og búið að fjalla um í og útskýra í deiliskipulaginu. Þannig að bókun nefndarinnar er einfaldlega svo að það þótti ekki ástæðu til þess að gera frekari athugasemdir við þetta eða gera þá einhverja breytingartillögur eða láta skoða þetta frekar, heldur þessi er bara vísað í þau svör sem að eru núna í undirbúningi frá
skipulagsfulltrúa við öllum þeim athugasemdum sem komu fram. Þannig að ég veit ekki ennþá hvernig þarf að vera nákvæmlega útlistaðar í texta en það er allavega það þannig að hann mun svara þessum athugasemdum sem að meðal annars lutu af þessu skuggavarpi og með þá þessi gögn til hliðsjónar þegar hans svör vera tilbúin og þá munu þau berast nefndinni eins og önnur svör við athugasemdum sem að eru gerðar við auglýst deiliskipulag eða breytingar á deiliskipulag. Vonandi að hún skýri málum. Takk. Var þið að laust þetta fyrsta mál sem bæjarfulltrúarnir Ásgeir og Anna Sirrí voru að ræða? Það kveðs engin ljós það. Var þið að laust öll hinn málin og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur orðið. Og svo okkar. Og sér við bæjarfulltrúar örstutt varandi mál númer 3 af þessum skipulagsnefndarfundi sem heitir lagfæringar á Hafravatnsvegi. Á þessum fundi voru lagðar fyrir kynningarskýrsla frá Vegagerðinni þar sem er kynnt áformum verulega lagfæringar á Hafravatnsvegi sem er nú ekki vanþörf á og þarna er farið mjög ítarlega í hvað á að gera á þessum vegi sem liggur meðfram Hafravatni og síðan alla leið niður að veginum sem heitir Nesjavallavegur held ég. Fyrstu 500 metrarnir frá Hafravatni og hingað upp til norður eftir, það er búið að lagfæra hann en bara svona kem hérna upp til þess að vekja athygli á þessu vegna þess að ég sá einhvers staðar að fólk var að kvarta eðlilega undan hvernig þessi vegur er ástand hans og það var að velta fyrir sig hvort að Mosfellsbær bæri ábyrgð á því en því til að dreifa að þetta er vegur í eigu Vegagerðarinnar og núna ætla þeir að gera mikla gangskur í því að laga þennan veg, setja á hann bundið slitlag og sú vinna fyrir fram í sumar og henni á að vera lokið í haust samkvæmt þeim áætlun sem Vegagerðin hefur kynnt og að sjálfsögðu fögnum við Mosfellingar þessu og auðvitað íbúar sem eru þarna eða þeir sem eru með frístundahús á þessu svæði. Ég vildi bara vekja athygli á þessu að vegurinn er í eigu Vegagerðarinnar og ábyrgð hennar og þessar framkvæmdir standa fyrir dyrum. Takk fyrir. Orðið laust. 3. máls sem Ásgeir bæjarfulltrúi var að ræða. Kveðs engin ljós það er lokið og enn gef ég orðið laust. Mál þarna frá fundargerð skipulagsnefndar frá 11. júní. Það kveðis engin ljós og þá lítur forseti á að bæjarfulltrúi séu tilbúin í atkvæðagreiðslu þessum afsakið. Óskar eftir sé greiðst atkvæðagreiðslu lið 5-6. Þú óskar eftir að sé greitt sérstakt atkvæði 5-6. Já. En umræðum lokið fundargerðina svo að sé á hreinu hvað bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða. Þetta er sem sagt númer 6, Bugðufljót 17, aukið nýtingarhlutfall og niðurstaða nefndarinnar var svohljóðandi. Við erum að greiða atkvæði niðurstöðuna. Já, svo það var gott, þá samþykkir að barst erindi frá þarna 2 bréfriturum frá í júní aukið byggingarmagn og stutt og laggóð þá samþykkti skipulagsnefnd erindið og fulltrúi ministra satt hjá en þá greiðum við atkvæði þetta mál, eingöngu mál, öllum umræðum lokið fundargerðina en við greiðum atkvæði 7. mál. Þeir sem að staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar eru beinréttur bönd, eru ykkur á móti, það er 8 atkvæði og 1 hjáseta. En þá getum við greitt atkvæði öll hin málin og þessi staðfesta niðurstöðu nefndarinnar í hinum málunum eru beinréttur bönd. Það voru 9 hendur á lofti. Það er myndið inn í fundargerðina og þá er síðasti hlutinn eftir þessum ágæta fundi sem eru fundargerðir til kynningar. Það eru ýmsum áttum eins og venjulega, það eru 8 samtals. Við byrjum á afgreiðslufundi byggingafulltrúa
á fundur haldinn 4. júní, orðið er laust þessa fundargerð. Afgreiðslu, já, frá þessum afgreiðslufundi, kveðið sé engin ljós, þá var sú lögð fram. Það er líka til það sem kallar afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa Kristins Pálssonar og ég gef orðalaust fundargerð frá afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa með 53, hann var haldinn 1. júní, það var 3 mál á dagskrá. Það kveðið sé engin ljós, þá var sú lögð fram, sú fundargerð lögð fram. Hárastrætó, það var fundur í Stjórnstrætó 21. maí, 7 mál á dagskrá og ég gef orðalaust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið í þessa fundargerð. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég kem undir dagskrárliðinn númer 8, fundargerð 300. og 40. fundar Strætó byggðasamlags. 8, Bara 7 mál. bara 7 mál. Ég er að koma undir þessu dagskrárlið þessa fundar og ég er þá ekki að tala... Já, fyrirgeðu, ég misskildi þig. En þarna er liður í hérna dagskrá þess fundar sem að varðar áslutareikningi. Já, annar mál á dagskrá. Annar mál á dagskrá. Já, gjörðu svo vel. Þar vil ég ræða aðeins þetta uppgjör sem er þá til og með 31. mars á þessu ári. Þar má sjá að skammtímaskuldir hafa hækkað 30% frá því árum. Einn stærsti liður þar eru viðskiptaskuldir, skammtímaskuldir, og ég enn og aftur spyr hvort að þetta séu hvaða kröfur þetta er, vegna þá er ég að spyrja okkar fulltrúa í Strætó þessar spurningar. Hvaða viðskiptaskuldir er að ræða sem fara úr 491 milljón í 614, þessi frá áramótum sem að þá var 490 milljónir í 615 milljónir tæpar. Þetta er fyrsta spurningin. Svo er önnur spurningin sem að í raun og veru ég er að reyna að átta mig á, það er varðandi aðra skammtímaskuldir og það er í skýring nr. 26. Og þar eru skuldir að hækka tæpar 80 milljónir og þegar nánar er skoðað að þá er þetta allt áunnin ógreidd orlof, ógreidd laun og aðra skammtímaskuldir upp á 160, það er samtal 483 milljónir. Og mér þykir svona tíðindur sæta þetta, sérstaklega eftir að Strætó hefur nýlega fengið 300 milljón króna yfirdrátt. Það má nú með þess að sjá að með auknum skuldsetningu þá er mikið notað til að greiða aðra skuldir. Það getur svona tengst á endurfjármögnun á lægri vöxtum. En svo þekki ég eitthvað til þess að á fjáraukalögum hafi Strætó beðið talsvert meira en fengu hjá ríkinu, eða 124 milljónir. Nú, í ljósi þess að stærsti hlutafinn í Strætó, eða fulltrúin, þetta er ekki hlutafé reyndar, stærsti eigandinn í byggðasamlaginu, 60%, sem er með 60% í byggðasamlaginu, er Reykjavíkurborg, með í hæsta útsvarsprósentinu, 14,52%. Ég vil bara árétta að fyrstulega fá svör við þessu spurningum hvaða viðskiptaskuldir þetta eru sem er þarna fyrir utan launaskuldirnar á Strætó, hvað þær eru, og í annan stað vil ég bara einfaldlega fá svarið því hvort að þetta framlag ríkisins hafi dugað til og dugi til þess að klára það sem út af stendur. Og í þriðja lagi, í ljósi þess að sá sem er stærstur í þessu byggðarsamlagi er væntanlega komin upp í vegg fjárhagslega, að verða komin upp í vegg fjárhagslega. Hvort að bara byggðarsamlagi sé ekki komið alveg upp í vegg og geti sinnt hlutverki sínu.
það er kannski þriðja spurningin og eina svo mikilvægasta. Og ég er ekki að sjá að við séum að horfa upp á borulega tíð í sama mynd sem að verið er að ráðast í framkvæmdir sem er að kosta 20 milljarðar, 100 milljarðar og heitir borgarlínu. Og þess vegna spyr ég, sko, það eru áform uppi og annars slíkt og ég get svo sem lengi haft ræðu það, en ég vildi bara kanna það, hvað skuldir að hlaðast upp á strætó? Já, bæjarfulltrúi Sveitnámská var að beina spurningu til bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar, fulltrúa bæri stjórn strætó. Þetta snýst mál númer 2 á dagskrá í fundargerð stjórnar strætó. Titillinn fyrirsögnin árshluta uppgjör janúar til mars 2021. Gjör svo vel, Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir forseti bæjarfulltrúar. Já, 3 eða 4 spurningar frá bæjarfulltrúi Svein Óskari. Varðandi viðskiptaskuldirnar þá er þetta bara tilfærsla milli mánaðamóta sem eru þá innborganir frá sveitafélögunum sem eru bara ekki komnar inn. Ég er ekki með það í kollinum hvaða viðbót þetta væri skammtímaskuld. Ég skal bara grafast fyrir það og senda ykkur tölvupóstum hvað það er nákvæmlega. Varðandi það hvort að þetta framlag frá ríkinu dugi til. Það er nokkuð ljóst að eins og við höfum rætt hér áður að þá var strætó og óska eftir umtalsvert meiri peningum inn í reksturinn út af því tekjufalli sem 80% tekjufalli sem varð af út af faraldrinum. Það hefur ekki gengið eftir, en eins og við höfum líka rætt hér að þá var farið strax í og mjög hratt strax í mars á síðasta ári að bregðast við yfirvofandi samdrætti sem var gert á mjög faglegan og góðan hátt að mínu mati af stjórnendum strætó sem að dró verulega úr kostnaði sem að gerði það að verkum að ástandi varð ekki slæmt eins og ella hafði orðið. Þessar 120 milljónir sem að eiga að koma núna inn, það er auðvitað að hjálpa til, en það er líka hárrétt að við fengum heimild varðandi 300 milljóna yfirdrátt til þess að hafa svona sem varaplan, en það er engin áform, það er allavega stefnir ekki það að það þurfa að nýta þannig yfirdrátt, en það sem fyrst og fremst gerist í þessu árferði eins og strætó stendur frammi fyrir núna, að það tefst og lengist í því að það sé hægt að endurnýja vagnaflotann sem er samt sem er orðið mjög brýnt að gera, en það er verið að vinna frekari hugmyndir að þá sparnaði í rekstrinum til þess að mæta þessum í rauninni halla sem er á fyrirtækinu. En hvort að það sé eitthvað að stefna í þrot eða eitthvað slíkt, það er alls ekki þannig, og það verður einfaldlega bara brugðist við með þeim hætti að það verður hægt að reka þetta þannig að það standist allar lög og reglur. Hvað þarf að draga mikið úr þjónustunni til þess að það gangi eftir, þá einfaldlega er að koma í ljós. Það er betri staða heldur en var reiknað með í áætlunum fyrir fyrstu 6 mánuði eða fyrstu 5 mánuðina, þannig að vonandi verður það bara áfram, en það á eftir að koma endanlega í ljós. Ég vonandi að svara spurningunum, ég skal koma staði með þennan lið varðandi skammtímaskuldir með hvað er á bak við það. Takk. Já. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þessa fundargerð frá strætó. 340, hann til 21. maí, þá var hún lögð fram. Þá förum við í það sem kallað Samband íslenskra sveitafélaga, fundur númer 898, hvorki meira né minna, haldinn 28. maí, og það eru 22 mál á dagskrá. Þessi fundur er alltaf haldinn í fjarfundi, hér eru fulltrúar af öllu landinu. 22 mál og þeir voru afgreidd á rúmum 2 klukkustundum. Vel var ekki staðið, en forseti gefur okkur laust í þessa fundargerð.
eða einstök mál þar. Það kveður sér engin hljóðs, þá hún lögð fram. Þá förum við í það sem heitir svæði skipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Það var haldinn fundur númer 100. Það var haldinn 14. maí síðastliðinn og það voru 11 mál á dagskrá og ég gef orðalaust. Það kveður sér engin hljóðs og þá var umræða lokið og hún lögð fram. Síðan koma hér 2 fundargerðir frá Sorpu byggðasamlagi, númer 447 og 448. Fyrri fundurinn var haldinn 15. apríl og það voru 4 mál á dagskrá og ég gef orðalaust. Og engin kveður sér hljóðs og þá var hún lögð fram. Síðan haldinn fundur rúmum mánuði síðar, síðast mér 21. maí. Já, það var fundur númer 448, það eru 5 mál á dagskrá. Forseti gefur orðalaust. Kveður sér engin hljóðs og þá sú fundargerð lögð fram og þá var sú síðasta. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem funduðu mikið hér þegar COVID stóð sem hæst eins og við munum, það er að segja stjórnin, og þarna var haldinn fundur 7. júní, fundur nr. 525, 11 mál á dagskrá. Það kveður sér engin hljóðs en þá verður afsakið, það verður Stefán Ómar Jónsson, varst þú ekki á undan? Ég sá það ekki alveg. Ég sá allavega þig. Jæja, það við komumst sjálfsögðu báðir að og þá var hann bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson sem tekur til máls. SSH. Já, forseti, ég heyrði að fólk vill fara að komast að fundi en við þurfum að klára. Þetta síðasta mál á dagskrá númer 13 en undir þessu máli fundargerð Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir fund nr. 525 og ég kem hérna undir 7. dagskrárlið, staða barna með fjölþættan vanda. Ég vil árétta núna fyrir rúmri viku, nei það var bara seinustu viku, það var fjallað þessa skýrslu sem var gefin út á SSH varðandi barn með fjölþættan vanda. Og þar var fjallað stöðuna og skýrsluna og það sem ég vil kannski ræða hér þetta ítrekkaða úrræðaleysi í málum. Það stöðugt verið að reyna að segja við fólk og foreldra og foreldra barna með sértæka starfi að það sé eitthvað verið að gera og það barnamálaráðherra kemur með yfirlýsingar og hann vinsælsti ráðherrann vegna þeirra en ég ekki að sjá að það fylgir sér fjármunum. Þetta svona svipar eins og til heilbrigðisráðherra með NPA-samninga, það fylgir ekki fjármunum til sveitarfélaga. Ég hef rakið hérna bara í stuttu máli þessa stöðu fyrir utan allar þessar fréttir sem koma af málunum. Barna og foreldra barna sem bíða í röð. Að í Læknablaðinu 2007 rætt við Ólaf og Guðmundsson yfirlækni á BUGL þennan alvarlega vanda. Ég held að jafnvel fyrir þann tíma. En þarna allavega í Læknablaðinu rætt, tekið viðtal við hann og bent á þennan gífurlega vanda sem þá fyrir mörgum ára síðan. Fyrir hrun. Síðan í skýrslunni sem var rætt þetta sem var rituð af fulltrúum SSH kemur fram að á árabilinu 2012 og 13 hafi nokkur sveitarfélög komið að máli við velferðarráðuneytið að koma skikki á þessu mál. Það líka langt síðan. Mjög langt síðan. Og enn eru biðlistarnir alltaf lengjast. Síðan núna, 2021, kemur þessi skýrsla stöðu barna með fjölþættan vanda.
Og þar er enn verið að tala um að það eigi að fara að gera. Og það eru gefnar hástemmdar yfirlýsingar um að það eigi að fara að gera. Og í rauninu, nánast í sömu fréttatímum er forstöðumaður og yfirlæknar Fugl að koma í fjölmiðla og segja að það er ekkert að gerast. Og ég veit ekki betur en að það kemur líka ljós að það er endalausir biðraðar í greiningar og það er algjört úrræðaleysi í þessum málum. En það er alveg frábært PR stödd í gangi að það sé verið að gera. Það er náttúrulega ekki verið að gera. Ég ætla hana lítið. En ég vil þó segja það að á árabilinu frá 2013 var heilmikið gert, en það var bara ekki nóg. Heilmikið gert, en það var ekki nóg. Og þess vegna segi ég bara einfaldlega og tala bara til þá sem að bæði heyra og eru hér og hlusta og horfa, fólki að okkur nú eða síðar, að ég hef enga trú á því sem er verið að auglýsa fyrir almenning í dag að ég að fara að gerast fyrir þennan hóp. Bara enga trú. Stjórnmálamenn sem hafa verið í sveitarstjórnum á þessu svæði og í ríkisstjórnum hafa bara legið á liði sín í þessum málum. Og ég bara koma að þessu máli að ok, það er gott að það er verið að vinna einhverja skýrslur. En það er bara fyrir þá sem er að vinna í skýrslugerðum. Mér finnst ekkert verið að gerast í því að fækka þessu biðlistum og koma Fugl úr þeim alvarlega vanda sem sú stofnun er í. Og ég vildi bara minnast á þetta, forseti, af því að þetta var á fundinum. Þetta var sérstök kynning á skýrslunni núna hjá SSA á fjarfundi sem ég sótti og mér finnst bara mikilvægt að þeir sem að hafa átt að sinna þessu máli og hafa sinnt þig kannski einhverju hluta gerir þessi bara í brók. Já, bæjarfulltrúi Sveitarfélaga var að ræða 7. máli í fundargerð Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Forseti vill gefa orðið laust ef einhver vill ræða það frekar. Svo virðist ekki vera, er eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða. Þessari fundargerð annað, já, Stefán Ómar, þú varst búinn að byrja, það var ekki þetta mál. Nei, það var ekki þetta mál, en umræðan það er svo lokið, en gjörðu svo vel. Þarna voru 11 mál á dagskrá. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, þannig að reyna að lengja þetta ekki mikið. Þetta er sem 5. mál í þessari fundargerð, númer eitthvað frá SSH, númer 525 frá SSH, sem heitir Samgöngusáttmálinn. Forsetinn í þín leyfi lesa þetta hérna aðeins, fyrir liggja drög að samningi fjármagnsskipan betri samgangna sem unnin hafa verið á grundvelli 3. og 7. greinar samgöngumála ríkisins og sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu frá 27. september 2019 innan sviga samgöngusáttmáli. Síðan er niðurstaða fundarins þessi, með leyfi forseta, stjórnin felur formanni og framkvæmdastjóra að ljúka viðræðum samningin á grundvelli þeirra draga sem nú liggja fyrir og er framkvæmdastjóra í kjölfari falið að undirritun hans. Þessi samningur eða drög er ekki meðal fundagagna sem er mjög miður. Það er vont að til hvers erum við að fá þessa fundagerðir ef við fáum ekki að lesa það sem að hjartað í þessu. Og ég hef, forseti, náttúrulega sérstakan áhuga á þessu vegna þess að þetta er hjartað í samningnum, samgöngusáttmálasamningnum þarna frá september 2019. Og fjallar verkefni, 3. grein verkefni og fjármögnun þess. Einn stærsta greinin í samningnum, gríðarlega mikilvæg og við þurfum bara að fá að fylgjast með hvað þarna er á ferðinni. Þannig ég ætla bara að beina þeim vinsamlegu tilmælum til bæjarstjóra að hann útvegi okkur þetta hið snarasta. Takk fyrir. Orðið er laust það sem að bæjarfulltrúi Stefán Ómar var að ræða hér 5. mál á dagskránni. Í fundargerð Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Hver sem engin ljós, þá er umræðan lokið. Það. Sveinn Óskar, þú óskar eftir að ræða þetta mál? Nei. Nei, eitthvað annað, en gjör svo vel. Það er enn nóg að taka, 9 mál. Við erum búin að ræða 2 af 11. Forseti, ég ætla að leyfa forseta að lesa hérna upp úr þessu Þú ert að ræða, gagni hérna, forseti. hvaða mál? Já, fyrirgefðu, ég er að ræða 9. mál á dagskrá, erindi áhuga fólks samgöngu fyrir alla. Gjör svo vel. Þetta hérna er svæðisskipulagið sem var dregið upp 2015. Í svæðisskipulaginu segir meðal annars með leyfi forseta, vissulega, Gjör svo vel. á blaðsíðu 22, 3. málsgrein veikleika í stjórnkerfi. Tilvitnun hefst. Veikleikar eru í stjórnkerfinu sem meðal annars felast í lítilli langtíma stefnumótun ríkisins og stefnu og áætlanir skortir innbyrðis tengsl og samhæfing. Einnig er algengt að verkefni og aðgerðir eigi sér ekki öruggastóð í fjárlagagerð. Tilvitnun lýkur. Einnig er fjallað hérna annað mál sem ég vitna í síðar, en ég vil gera að máli mínu þetta erindi sem best frá betri samgöngum inn til SSH, stjórnar SSH. Og þetta erindi er skrifað af framkvæmdastjóra Betri Samgangna ohf. Fyrir hönd stjórnar Betri Samgangna ohf. Fyrir hönd. Í dag, í Morgunblaðinu, birtist grein eftir sama framkvæmdastjóra, nánast í með allt innihaldið sem er í þessu erindi í greininu sinni. En afgreiðslan á málinu, og bæjarstjóri Mosfellsbæjar stýrði fundinn og þarna undir þessum dagskrárlið, að afgreiðslan á fundinum var að senda erindið til umsagnar bæjarfélag. Til kynningar. Það stendur ekki í erindinu sjálfur og afgreiðslunni. Niðurstaðan þess. Þegar ég les hér að ég fæ að fletta forseti Þú veist, það geti fengið fundarlega. að ég ætla að fá bara að klára mál mitt. Já, svona er að klára. Já, þetta er bara svo langt. Að niðurstaða fundaræs getum við, ég er kannski í öðru. Þetta sé það. Já, til kynningar. Til kynningar. Já, já. Ekki- Nei, rétt hjá þér, til kynningar. Vel. Að sko, hann ákveði það, framkvæmdastjórinn, að fara með efni í fjölmiðla áður en það kemur til kynningar bæjarstjórnar. Er það góð stjórnsýsla? Ég held ekki. Þetta er svona PR-stödd sem kallast það einsku. Það þýðir að hann er að senda út skilaboð hvernig á að flytja mál. Nú, ég ætla aðeins að fara í efnið þessa erindis. Er ekkert að gera fundarlega, fórstu? Nei, ekki, ég vil gefa hann Þá þarf ég að fá leyfi til þess að fara upp og afplanta að breyta. Ég ætla aðeins að fá að bara halda áfram, forseti. Já, og Ráðning gjör svo vel. Í þessu efni vil ég minnast á að erindið þetta sem berst SSH, nei, er frá SSH til Betri Samganga er hér með svara með þessu erindi til SSH. Það sem sé að Betri Samgöngur, stjórnin, er að svara SSH eftir að erindi barst frá SSH. Í þessu erindi segir framkvæmdastjórinn Betri Samganga í annarri málsgrein með leyfi forseta. Hugmyndir létt hraðvagnakerfi eru ekki nýjar af nálinni. Þetta er einn af þeim valkostum sem var skoðaður í aðdraganda þess að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015 var sett.
Þá var niðurstaðan að létt hraðvagnakerfi myndi ekki ná sama árangri á hágæða hraðvagnakerfi og að samfélagslegur kostnaður yrði mun hærri en ekki væri farið í hágæða hraðvagnakerfi. Ekkert hefur komið fram sem sýnir fram á að forsendur hafi breyst sem ættu að leiða til annarra niðurstöðu. Tilvitnun lýkur. Þessi setning er fráleit. Þessi staðhæfing er fráleit og algjörlega út í höll hjá framkvæmdastjórninni. Sko, hvort sem þetta er viljandi gert eða yfirgripsmikilli vanþekkingu, þá er hún mjög slæm ráðgjöf. Svo við förum aftur í þetta skjal hér, forseti, þá segir hér meðal annars þetta mál að fara á annarkvort í Bus Rapid Transfer kerfi sem er hraðvagnakerfi eða Light Rail Transit sem er lest en ekki létt vagnakerfi, létt hraðvagnakerfi. Þannig að þetta er bara rangt hjá framkvæmdastjórninni. Þetta er fyrsti punktur. Og það er rétta hérna að þetta er fyrsta lagi grundvöllur greinarinnar og erindisins til SSA hrundi. Nú, í þriðju málsgrein erindisins segir niðurstöður umferðarspáa sem unnar voru í tengslum við svæðisskipulagið sýndu skýrt að það að beina stærstum hluta fjármagns í uppbyggingu stofnvega myndi leiða til tuga prósenta aukningar í vexti bílaumferðar og aukinna tafa. Hið rétta er að þessar umferðarspár eru 7 ára gamlar og 20% of háar samkvæmt þeim sem ég hef haft samband við og eru umferðarverkfræðingar. Aftur í erindið með leyfi forseta, það að ná að stoppa línulegan vöxt bílaumferðar er talinn góður árangur og stórum samgönguverkefnum. Tilvitnun lýkur. Í erindi framkvæmdastjórans. Hið rétta er að borgarlína gerir það ekki samkvæmt skýrslu sem gerð var og birt 2020 og unnin á vegum þessara sveitarfélaga eitt eða annað. Svo segir hér meðal annars forgangsakreinar hægra megin tryggja ekki áreiðanleika á sama hátt og sérrými í miðju eins og gert er ráð fyrir með borgarlínu. Hið rétta er reynslan af sérrými hægra megin á Miklubrautinni sýnir að ávinningur af sérrými í miðju er afar lítill og réttlættir engan veginn 40–80 milljarða fjárfestingu. Miðjurýmið má að auki þess gera hvenær sem er. Þarf ekki að gera það strax. Ég fer ekki lengra út í þessa grein og ekki þetta erindi sem barst SSH og er undir og var fjallað undir 9. dagskrárlið fundarins. En bendi bara einfaldlega á það að bæði erindið og greinin í Morgunblaðinu er bara röng ráðgjöf. Já, það hefur verið óskað eftir fundarhlé og við gerum hér fundarhlé.
Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða 9. mál á dagskrá fundarins, erindi áhugafólks samgöngu fyrir alla. Hann hefur lokið máli sínu og forseti gefur orðið laust og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi dauði málið þetta mál. Gjörðu svo vel, Haraldur. Bara kannski upp með að taka það fram að ég hefði undir venjulegum kringumstæðum tekið til máls líka í öðru máli sem var undir þessari fundargerð, en ákvað að gera það ekki. En hvað þetta mál varðar, vitleysu bæjarfulltrúi Miðflokksins í bæjarstjórn Mosfellsbæjar ákveður að segja hér í pontu þetta tiltekna mál. En hér áðan var farið með mjög mikið af rangfærslum það og reyndar mjög mikið af misskilningi. Ég hefði En það sem ég er að árétta hér eru skjöl og gögn sem liggja fyrir af könnuð og rannsókn.